Dogsson, hafið hér hjá Dr. Fútbol búið að vera mikið í gangi hérna í Hamraborginni síðan eldsnemma í morgun. Keli og Gunnar Birgisson búin að vera hér á vaktinni í langan tíma. Við auðvitað fengum að fylgjast með þessum frábæra sigri á Manchester United þegar þeir kafsildu dýrlingana sjálfa. 3-0. Velkomin báðu þeir, Keli og... Takk hérlega. Strákar, við kannski ræðum betur á eftir enska boltan auðvitað liðina dett inn núna og stóra frétti meðan hans í fantasy sjá Pedro ekki í liðinu hjá Brighton, hann eitthvað meiddur eða eitthvað slíkt. Gunni, þú svona aðeins verið að einblína á fyrstu deildina. Hérna, hvað getur gerst? Það ýmislegt sem að getur gerst nefnilega. Það náttúrulega, ég meina, kannski ef við byrjum bara á efsta sætinu að IBVF mætir Leikni upp í Breiðholti og sá leikur svona þýðingar meiri náttúrulega fyrir IBVF. Leiknir ekki að spila upp á mikið, þeir eru bara þarna Leiknan sjó í 8. sætinu. Þeir eru svona eitthvað aðeins að rótera, það komin þarna, varamarkmaður þeirra komin í markið Bjarki Arnaldarsson, fæddur árið 2003. Annars eru þeir með svona sirkabátliði sem þeir hafa verið að spila, leiknismenn. Eyjamenn mæta náttúrulega bara, þú veist, mjög sterkir til leiks og ég svona gerir ráð fyrir því að IBVF hafi þennan leik. Já, við förum aðeins hraðar yfir þetta og svo þetta að IBVF að sjálfsög þeim nægir bara að vinna, þá eru þeir komnir áfram og allt það. Og ef við erum að hugsa að því að við erum alltaf bara að hugsa hvaða lið að fara í þetta play-off sem þá sæti 25 og eins og við höfum rætt Grindavík og Njarðvík, það leikur sem að skipti miklu máli ef að Njarðvík vinnu þann leik að því gefnu að afturhelding og IR að sá leikur fari þannig að annarkvort liði vinni þann leik þá er Njarðvík í play-off sæti af því að það munar 3 stigum á Njarðvík og IR og markatalinu svo sama. Það munar 1 stig og afturhelding og Njarðvík í 5. og 7. sætinu en þú veist, þetta eru þeir leikir sem að skipta máli, þar að segja afturhelding IR, IBVF Leiknir, Keflavík Fjölnir skiptir að sjálfsögðu líka máli. Ef að Fjölnir vinnur leikinn og IBVF misti úr sig, þá geta þeir unnið. Þannig að það ýmislegt sem að getur gerst en þetta eru svona þeir leikir sem að skipta máli. Það eru þarna líka leikir Þór fer út á Seltjarnarnes sem heitir Gróttu, sá leikur skiptir ekki máli og svo erum við með Þrótt á móti Dalvík Reyni sem að skiptir sömuleiðis litlu máli. Aðri leikir skipta máli. Heldur betur, Grótta og Dalvík Reyni eru auðvitað fallið bæði 2. Ég meina í annarri deildinni, það náttúrulega Selfoss búið að pakka saman deildinni í Kili, en hvað getur gerst í annarri deildinni? Heyrðu, þetta fyrir völlarna þetta nú bara frekar einfalt, þeir þurfa bara að vinna en í leiðin það frekar flókið, þeir eru að fara út í öll á móti KFA sem hörkulið sem að mér að underperforma í annað sumar har að segja. Já. Það sem að getur líka gerst að Þróttu Vúum geta unni Hauka en þeir verða að treysta á það Völsungur tapi stigum har að segja, eða stigi. Já. Og svo það Víkingur Ólafsvík sem verða að treysta á bæði Þróttur og Völsungur tapi stigum. Hvað heldur þú að gerist? Ég á því að Völlararnir vinna þetta bara. Já. Mér finnst þessi strákur Jakob Gunnar vera það öflugur að ég held að hann seti bara gýrin þetta og klára þetta fyrir það sko. Svo drífa hann sig bara upp í Vesturbæ sko. Hann rosalegur. 21 mark í 21 leik. Hann ekki markaðastu bara í öllum deildum þar að segja í íslenska fótbolta? Einhver búin að skora svona? Nei, ekki. Þú ekki sverja fyrir það kannski í 4. deildin einhver gæði sem nú mókin og fullu sko. Sko það alltaf engin í 3. deildinni. Nei. Og ég nokkuð vissum að það sé heldur engin í þeirri 4. sko. En í botbortin þá eiga KF eiga Huginn og Huginn hött þar að segja, það voru alltaf verið brjála fyrir annan austan. Og Kormák Kvöt eiga Víkingur Ólafsvík sem náttúrulega keppið upp og það bara að reyna að vinna þú Víkingur Ólafsvík og það verður erfiður leikur fyrir það úti. Og meðan KF eiga hött Huginn sem ekki að spila upp á neitt sko. Svo þetta getur verið þungt fyrir Gunnar og félagi Kormák Kvöt. Já, þetta getur nefnilega svolítið þungt fyrir mig hérna eftir. En að samaskapið á maður náttúrulega með tengsl í fjallabyðina líka, þannig að... Hárrétt. Þú ert með tengsl allstað. Já. Það bara... Förum aðeins í 3. deildina, það sem að Kári eru búin að vinna deildina. Flesti byggjum við að Víðismenn myndu fara upp með þeim og Víðir þarna í öðru sæti. Víðismenn eiga trikki leiki í dag. Já, þeir eiga augnablik sem að eru bara alltaf öflugir og getur gert öllum liðum einhvern veginn skráðið en þeir eru þarna ofalega sko. Og þess að móti eiga samt Kári Árbæ. Þú veist, erfitt fyrir Árbæ að vinna Kára og vonast til þess að Víðir tapi stigum sko. Ég held að þetta verði alveg mjög erfitt því að mínum að þetta Kári með langbesta liðið sér deild þótt að kannski tablan sýnið það ekki endilega sko. Jú, þeir eru 5 stigum undan 3. sætinu. En svo náttúrulega alltaf að ræða það líka, ég meina þó þetta sé viðkvæmt málefni og allt það, en ég meina
við þurfum að ræða bara umræðuna sem í gangi í fótboltasamfélaginu, að það þetta með hvað verður Grindavík á næsta ári og ég gerir ráð fyrir því að til dæmis lið eins og við nefnum Augnablik sé að horfa í þetta þriðja sæti í þriðjudeildinni og sömuleiðis að sé verið að horfa í að ná sem bestum árangri í annarri deildinni sömuleiðis út af því að þar geti mögulega þriðja sætið sömuleiðis farið upp. Já, það náttúrulega málið, það getur verið 3 lið farið upp, við veitum svona sem ekki um það og þetta sem í umræðinni og þetta í deglunni ef svo má segja. En ég veit að liðin að pæla í þessu. Þau voru að pæla í þessu líka í 4. deildinni og 5. deildinni líka sko. Svo við vorum aðeins að fórum á Epic og settum saman seðla. Gunni, þú ert mjög sannfærður sigur IBVF, sigur Njarðvíkur, Aftureldingu og Liverpool með meira en 2 mörk í dag. Já, þetta svona, ég held að Liverpool vinni 3-4-0, ég held að Afturelding vinni IR, ég svona tvítriði með þarna eins með Njarðvík að þetta jafntefli ógildi veðmál, svo kallar Drone og Bet, og svo IBVF vinni með 2 mörkum eða meira. Kili, við förum aðeins yfir þig, þú ert með Liverpool með minus 1,5. Ég er mjög konfident þar. KVF á móti Elliða. Það sem að menn veit ekki KVF er að þeir styrtu sig mjög mikið í glugganum og hafa verið bara eldið upp á síkastið og ég er nokkuð Ertu að segja að bróðina við séu of örlátur þarna? Já, svona eitthvað leiti. Ég hef sett að læra það sko. En Víkingur Ólafsvík, þeir eru bara með geðsóknarlið, þeir eru með Björn Axel, þeir eru með Gary Martin, þeir eru með Luke Williams og þeir munu vera í þannig gír í dag, þeir munu reyna að skora mörg að þeir geta að mínum að því og svo Njarðvík, það er eiginlega svolítið bara, ég viðurkenna, ég er ekkert alltaf konfident þar, það er svolítið loyalty bet bara sko. Ok, ég er með loyalty bet á Völlurina, það er, ég held að þeir vinni þarna fyrir austan. Nú, Afturelding, þetta er bara því að þetta er svona smá, því að ég held að IR er eiginlega búið að vera skemmtilega að saga sumarsins og það er svo dæmi gert einhvern veginn að þeir komast ekki í úrslitakeppnina og Sjökull Andrésson er mættur af fæðingadeildinni, hann var þar í 3 vikur og er mættur og er komin í ramman þarna hjá Eldingunni. Svo er það Mo Salah skori, hann er kaftið hjá mér í fantasy og hann er bara einhvern veginn heitur ákvörðat núna. Það er 100%. Gamli maðurinn er í stuði þessar mundinni og kannski að heyra bara í fyrsta ef að heyri Steinar Gunn, ég minn eina sanna Steinar Gunn íþróttarfréttamann í Legend in the game. Já, heldur betur. Hann ætlar að takla fyrir okkur Leiknis og IBVF. Og Steini, Já. Dóttor Fútbol hér. Já, sæli fyrir það. Sæli. Heyrðu, hvernig líst þér á þetta? Ég meina, er ekki Leiknir eru þarna með eitthvað varamarkmann í markinu? Er þetta ekki nokkuð confident? Jó, ég finnst að segja mínum mönnum allavega sem að fyrir Leiknir alveg okkur. Já. Og ég er nú frekar kettir fyrir öll minna manna, ég vil nú að segja það, en Leiknismenn eru ljóta gamla frasa, stílfræðin ekki gefin. Heldur betur. Sko, kannski aðeins þetta IBVF-liði, er Ólfur Heiðarsson búinn að langbesti maðurinn hjá okkur í sumar? Já, hann er búinn að vera algjör lykil maður, þetta liði náttúrulega skora langflest mörk í deildinni og hann er náttúrulega markaðstur og ég sá leikinn í síðustu helgi í Eyjum þegar IBVF vann Grindavík 6-0 og hann var allt í öllu í þóttaleikleikinn. Steini, þú varst náttúrulega markmaður sjálfur. Hvernig ertu búin að ánægja með Hjörvar nafnamenn í markinu? Já, hann byrjaði nú frekar svona illa verið að segja og þannig að hann varamarkmaðurinn Jón, hann kom inn í liðið einmitt á móti Gróttu í einhverju 4-5 undanleikur sem sá og stóð sér frábærlega en svo skipti Hermann aftur okkur fyrir setna og síðan þá er hann búinn að vera rock solid fyrir markinu, mikið efni, hávaxinn og hann hefur allt í þetta, þannig að ég bind mikla vonir þeirra straf, þannig að ég lítum vel út. Steini, takk hérlega fyrir þetta og manns þetta er númerið þegar að eitthvað skemmtilegt gerist upp í Breiðholti. Ég geri það engin spurning, bara takk fyrir að bjóða og það frábæra þjónustu. Já, takk fyrir það Steini, takk. Já, ok. Sko það sem er áhugavert líka við þessa lengjudeild er að þessi deild er að vinnast á líklega, eins og staðan er akkurat núna, þá er hann að vinnast á rekordfáum stigum. Við höfum verið að sjá lið vera ná 40 upp undir 50 stig og yfir 50 stig undanfarin ár. IBVF er núna með 38, þannig að við gefum okkur það að þeir vinni að þá fara upp í 41. Afturelding í fyrra fóru náttúrulega ekki upp eftir úrslitaleikinn á móti Vestra, þeir enda með 43, þannig að þeir eru með fleiri stig í fyrra heldur en efsta liði núna, þannig að þetta er svona
En að samanskapið þetta jafnari deild og allt í lagi að hrósa liðum eins og Dalvík Reyn og náttúrulega Grótta að fara niður. Dalvík Reyn með 13 stig. Við höfum eiginlega alltaf séð lið í neðsta sætinu með 6-9 stig í þessari deild. Það bara, þú veist. Það verið alltaf mörg síðust ár. Já, þannig að þetta hefur verið mjög competitive deild, jöfn deild. Þú veist, við sjáum að Þór með 23 stig og í 10. sætinu og IBF fyrir í efsta með 38. Þannig að það ekki meira á milli en það. Við höfum fylgjast með leikjum líka úti í heimi, það er auðvitað allt saman að byrja núna í Englandi, Villarreal unnu Mallorca núna í hádeginu á Spáni, þar sem Ayoze Perez gerði sigurmark Villarreal. Nú, það er sjálfsögur verið að spila í Þýskalandi, þar eru Leverkusen komin 2-0 yfir á útivelli á móti Hoffenheim. Og svo er verið að spila á Ítalíu þar sem að Como er að vinna Bologna. Þú talaði eitthvað skrýmsli sem að þeir var að búa til það. Já, Sesk. Já, þeir eru yfir á móti Bologna. Alberto Moreno ekki upp á kantinu? Jú, Sæll. það er nákvæmlega það sem hann er. Heldur betur. Þannig að við erum bara að komast á flegi fyrir með þetta, verðum líka í neðri deildunum í Englandi, Leeds tapaði á heimavelli fyrir Burnley, kannski óvænt Luton fór og gerði sér lítið fyrir og unnu Millwall á útivelli 1-0 og Oxford. Já, Oxford vann Stoke City 1-0. Þannig að leikirnir eru farnir af stað og klukkan er orðin 2. Byrjum þetta Dog Zone almennilega og við býðum að sjálfsögðu bara eftir fyrstu mörkunum. Ég sé ekki alveg útsendinguna hjá okkur en við ættum að geta fengið myndir frá Breiðholti þegar að mörkin koma þaðan. Sjálfsögðu verður Steini Gunn okkar maður þar. En þið munuð geta séð mörkin hér í Dog Zone úr Breiðholtinu og er það ekki eini staður sem við sjáum mörkin, Birkir? Við sjáum mörk á fleiri stöðum sem að ég svo sem veit ekki nákvæmlega hvað að gerast í Dog Zone nákvæmlega núna því ég er ekki með skjá fyrir fram mig sem sér útsendinguna. 1-0 fyrir Brentford. Það er móti Manchester City? Já, móti Manchester City. Það er þannig. Er Holland með? Já, Holland hann er með. Já. Þetta er mjög áhugavert. Þetta er mjög áhugavert byrjun á Sjálfsögðu Jóhann Vissa. Já, Jóhann Vissa með markið og það er gott að hafa Birki hérna. En við erum að fylgjast með í Karfustöld, við erum að sjálfsögðu í Breiðholtinu þar sem að Eyjamenn eru bara strax komnir í áleitlega sókn. Sjálfsögðu var þetta Oliver Heiðarsson að grítunum hann inn, kemur ekkert orð. En það er náttúrulega bara markakunstitil líka þarna. Oliver Heiðarsson með 14 og Ómar Sóu með 13. Þannig að það skal aldrei afskrifa Ómar Sóu þegar eitthvað svona er í húfi. Hann er með 12, Dominik Ratic 11, Bragi Karl 10, Dagur Ingi Hamm með 10. Er ekki minn maður líka að spila á Englandi? Er ekki Jason Daði í byrjunarliðinu hjá Grimsby? Það bara hlýtur að vera. Já, við gerum bara ráð fyrir því. Það er ekki flóknar að það. Við gerum bara, við erum á því það. Þeir eru að spila á móti Barrow, hann er í byrjunarliðinu á móti Barrow. Þú vilt hafa mann eins og hann inn á þegar þú mætir Barrow heldur betur. Nú, já, þetta er svona að byrja. Við erum með Birki að vakta allar helstu sorsan okkar. Fyrsta markið af öllum íslensku leikjunum er komið og það er nú vel við hæfi að það komi frá mínum konum í Tindastór. Þær eru konur yfir móti Stjörnunni. Þær eru búin að halda sig uppi? Þær eru búin að halda sig uppi. Það er magnað afrek ef maður pælir í. Þetta er 3000 manna bær og eða ekki einu sinni það. Þetta er 2000 og eitthvað manna bær og eru með 3 lið í efstu deildum. Kalla á kvenna í körfunni og kvenna í fólk. Þær eru bara með besta þjálfarinn deildina mínum mati. Svona top 3. Donni. Víkingur Ólafsvík eru komnir Víkingur Ólafsvík, Ólsararnir eru komnir yfir. Ég ætla að heyra í mínum mönnum í Ólafsvík þar sem að Styrmir er á svæðinu. Það er vantilega að vera að syngja og tralla þar. 1-0 fyrir Ólafsvík. Ólsararnir. Ól segir að venju. Hvað segirðu Styrmir? Þeir eru komnir yfir. Við erum komnir yfir. Þetta er ekki 10. lítið og skora snemma. Skot fyrir út að teik. Beint upp í vinkilin. Beint upp í vinkilinu og þið eru að mæta Kormáki Kvöt að sjálfsögðu. Þannig að Víkingur Ólafsvík 1. Hver skoraði? Það var Luke Williams. Það var Luke Williams sem að setti markið. Þú hringir hæl og eitthvað gerist. Leið og eitthvað gerist, segi ég. Já, ég skal gera það. Takk fyrir það. Takk. Styrmir með þetta allt saman á hreinu fyrir okkur. Skot af 30 metra færi. Já. Stundum Boltinn beint í samskeytin og sleikti slanna á leiðinni.
Asmir Skoðið ferilin í honum. Hvað segirðu? Skoðið bara ferilin í honum. Luke Williams. Já, ég mun gera það. Munum heldur betur kynna okkur hann. Olsarnir, eins og staðan akkurat núna, Kili, hvað þýðir þetta fyrir stöðuna akkurat núna? Núna Olsar uppi. Núna Olsar á leiðinu upp. Já. Þannig staðan akkurat núna að Víkingur Ólafsvík á leiðinu upp með Selfoss. Það ekkit flóknara en það. Þetta held ég alltaf jákvætt þegar þú ert svona þriðja líklegasta lið að setja press á hinn 2. Já. Þau muni vita þessu fljótlega sko. Það eins og ég sagði, það verið að spila líka út í heimi. Frankfurt eru komin yfir í þýska boltanum. Sögum eitthvað frá óvæntum fréttum áðan að Brentford eru komin yfir á móti Man City. Skoruð er of snemma. Við fáum að sjá það þegar að framlíða stundir. Nú, það eitthvað sem segir mér það. Eitthvað sem segir það, já. Þeir hafa samt, þetta hefur verið kryptonítið hjá Manchester City. Ég meina, þeir ströggluðu með það í báðanleikjunum í fyrra það ekki? Já, önnur ekki báðið samt. Nei, töpuðu þeir ekki öðrum? Nei, það var árið áður. Það var árið áður? Já. Palace hafa líka verið kryptonátið þeirra. Já. Þannig að í ensku Championship-deildinni þá Coventry komið yfir á móti Watford. Það sé ekki það allra áhugaverðasta í söldu saman. Herðu, það einhverju sem segja að völlararnir séu komnir yfir. Að völlararnir séu komnir yfir. Það enda rosalegt. Að völlararnir séu komnir yfir. Svona snemma sko. Eru KFA bara brotnir eða? Já, maður veit ekki. Við ætlum að heyra. Það hann Sveinbjörn stattur á leik KFA og Völsungs. Sveinbjörn greinilega að syngja og tralla ákvæmt núna. Halló? Hvað segirðu Sveinbjörn? Dóttor fútból hér, þetta Dog Zone hér. Já, Hvað að gerast á vellinum? það bara einstætna, 1-0 fyrir Völsung. Hver skoraði? Það Arnar. Arnar skoraði. Eftir með eitthvað meira, heitir hann bara Arnar eða? Tingi, nafn Arnar Pálmi. Já, Arnar Pálmi var þetta fallið mark. Þetta var geggjað, þetta er bara velklára. Velklára, og eru bara eitt lið á vellinum og það eru þeir grænu. Það verðist vera eins og staðinu núna. Það var bara einstætna. Þjóðstöða færi. Markmaður, KFA Þóruður Ingarsson, ekki Dótt Inga í markinu? Jú. Hvað segirðu? Þóruður Ingarsson í markinu á KFA vandrar að Maxi. Ekkert Gunnþór á bæknum. Heldur betur, en ákveður ekkert Gunnþór ekki byrja? Ákveður byrjar ekki ekkert Gunnþór? Ég fekk á því hálfleik. Ég kemur stöðu eftir í setnaðleik. Þú ert núna með síman, þannig að þú ringir leið og þú veist eitthvað, 6-11-2018. Já, ok, Takk. Ég gera það. Víðigarðir komnir yfir á móti Augnablik sem að þýðir þá að þeir eru uppi eða það ekki eins og það núna? Jú, Víðigarðir komnir upp okkar maður í garðinum. En sko, skemmtilegt með þetta Völsungslið að sko, þetta til þess að útlið. Ef við tökum Steinþór Frey út úr jöfnunni, þá erum við með sko lið bara, hvað þeir eru með meðaldarinn núna á hópnum 23 ár, þannig að þetta er meðalaldur í kringum 22. Arnar Pálmi með 22 gera fyrirlið. Það heyra í okkar mannum það er gaman að fá þá upp sko. Já, Augnablikki sem að fylgjast með leiknum gegn Víði. Þar á hann Brynjar að vera á tánum. En eins og mikið hvað segir Brynjar? Þú ert að fylgjast með leik Augnabliks og Víðis. Hvað staðan? Herðu, það 0-0. Ég ætla ekki að ljúga. Ég var að fara til bíl og segja bjór, þannig að það var 0-0 semst yfir sig. En ég var að heyra því að Víðismenn eru komin yfir. Nú? Já. Hlauftu inn og fá það staðfest. Beint inn með þig. Já, ég er að kíkja á það annað byrði. Já. Sko. Jó, það passar. Mér sýnist þetta hafa verið hann Ísak John Hill Ævarsson. Já, sem að setja hann. Sýnist það. Já, mér sýnist það. Mér finnst það líklegt, sko. Já, þér finnst það líklegt en þú ert ekki með það á hreinu? Ekki alveg, sko. Mér finnst það svona líklegt. Hann er svona langbæstur í þessu liði, sko. Okay. Ég veit að hann var með þetta Pattís gær. Þeir voru með smá svona æfingu fyrir loka og við gera Pattís nokkru. Já, flott. 6-11-2018 leiðu að gerist eitthvað. Takk. Það verið að ringja alveg á fullu í doktorfútból. Víkingar eru sko að gegenpressa Korma og Kvöt bara út á bílastæði sko. Má ég sjá, ég ætla að Við sendum alveg orða með svakalega aukaspinniðina. Hver búin að vera að ringja hérna algjörlega eins og óður maður? Það okkar maður fyrir austan. Hann hefur verið að dæla inn símtölunum og við hefum ekki verið að svara hvað að gerast fyrir austan. KFA Völsungur. Hvað staðan? Já, það 2-0. Það 2-0. Já.
Jakob Gunnar með markinu. Það var ekki nema liðin 1,5 mínúta fyrir skjálftáði, það komið annað mark. Hvernig getur lýst Jakobi sem leikmanni fyrir okkur? Sko, ég var með... Nei, ég get ekki gert það. Nei, ég get ekki gert það. Ég skal senda skilabóð. Ok. Ég get ekki gert það svona í byrni. Ok. Þetta áhugavert. Takk fyrir það. 2-0. 2-0. Getur ekki gert það núna. Getur ekki gert það núna. Svo alveg verið að ringja í minn persónulega síma alveg non-stop, menn alveg að nota hann í þessu. Þetta var afar áhugavert. Það er verið að ringja frá Bretlandi, Dóttur fútból. Halló. Hvað er staðan? Hæ, ég kom pizzuna. Já, takk fyrir það. Domino's Pizza eru mættir, farið niður og opnið fyrir þeim. Takk hérlega fyrir þetta, við sjáumst. Getur þú staðfest gullnúmeri? Bara ég veit að vittlust. Hamraborg 10. Ég er fyrir utan nummer 5 í gullunni. Já, þetta er Hamraborg 10. Takk hérlega fyrir. Já, heldur betur. Jónkar er fyrir hann. Jónkar og Danni fara og finna hann. Áhugavert stöf þetta. Dóttur fútból heldur áfram og það eru allir símar á milljón hjá mér. Skal við kenna það, þetta var óvæntur glaðningur hér. Reynda meika þetta ekki neitt sens, hann hafa hringt í þetta símanúmer, þannig að... Sko, við reynum að fylgjast líka með á tjattinu. Já. Ef að menn vilja leggja orði belg þarna inn á tjattinu, við reynum að vera faglegir. Mjög dauð byrjun á fyrstöldinni. Ekkert mark fyrst 10. Herðu, hér segir einn Höttur 1-0 á móti KF. Ok. Það reyndar breytir hansi miklu. Hjörvar, Höttur komnir 1-0 yfir á móti KF, ég að fá hérna í eirað. Herðu, það er eitthvað að gerast fyrir austan aftur. Hvað gerist fyrir austan? Herru, við vorum bara að hafa með skýta það er bara, það þýðir ekkert annað. Það er 3-0. Sergio Palla með síðamark. 3-0. Sæll, völlararnir, þeir ætla sér upp. Ætla upp, þetta er bara staðfest. Sergio Palla með markum og 3. Þorru að segja okkur frá því hvernig þetta mark var eða viltu senda mér á SMS-i? Sko, ég var heila, þú veist og heyrir, þá er lætt í þetta, maður er kannski með öll auð á leiknum, þetta er svona. Já. Ég get ekki útskýrður fyrir þér, en ég þarf að fá þér öll eitt ás marki og ég skal senda þér skilabóð. Takk að fyrir. Það ekki? Takk. Er hann ekki á leiknum? Jú, hann er á leiknum. Já, ok. En þetta er eitthvað einn af þessum snillingum sem að búa í Dóttur fútból samfélaginu. Sko, Þróttur Vogum er komið yfir á móti Haukum, 1-0. Þannig að þá er þetta þannig að þau eru öll bara yfir. Þetta breytir þannig sig engu, sko. Nei, þetta breytir engu. Nei. Já, einmitt. Öll liðin eru komin yfir. Ómar svo verið að gera sér líklega. En Völsungur eins og staðan núna eru í bestu stöðunni. Hvað, 3-0 yfir eða ekki? Jú. Það er rosa. Þetta er bara komið niður. Við getum eiginlega bara slegið í föstu. Völsungur er á leiðin upp í lengjudeildina á næstu tímabili og fer þar upp með Selfoss. Eitt lið á landsbyggðinni að fara upp. Þetta er hrikalega vel gert að fara út í völl á móti KFA. Nei, allt innan við klukkutíma frá höfuðborgarsvæðinu er ekki landsbyggð. Hvaða hættir þessari vitleysu? Ekki verðum að koma með hann hingað inn. Takk. 2 lið á landsbyggðinni. Já, 2 lið á landsbyggðinni á leiðin upp í lengjudeildina. Djúpu landsbyggðinni, eins og ekki alltaf. Það er gaman að segja frá því Bjarni Jó, hann kann á þessa deild. Já, gaman að segja frá því að Hörður Snævar Jónsson er að stýra Dalvíkurliðinu í dag, segja Dalvík Reyni. Því að Dragan er í leikmanni og eðlilega fóruð þeir og fengu Hörður Snævar Jónsson í verkefnið. Farið í efstu hillu. Já. Nú, við erum svona flakka eins og milli valla hérna. Við erum fylgjast með hvað er að gerast í Keflavík, þar sem að Keflavík og Fjölnir mætast. Illa mætti Keflavík. Það eru bara bíði play-offs, Keflavíkingar eru play-offs fólk. Já, það er mikil play-offs menning í þar. Það er eitthvað að gerast í Ólafsvík. Hvað er að gerast í Ólafsvík? Það var beint úr aukaspyrnu, leikmaður nummer 21, það vinnur á færibanni í HH, Kato, sett hann beint úr aukaspyrnu. Og það eru Ólafsvík komin í 2-0. Það er komið 2-0 fyrir Víking Ólafsvík á 14. mínútu. Glæsilegt, takk hérlega fyrir þetta. Þungt. Takk. Ok, takk, bæ. Það bett mitt lítið vel út. Já, það lítur allt saman mjög vel út hjá þér. Sko, Þróttur Reykjavík komið 1-0 yfir á móti Dalvík Reyni. Sko, ég veit ekki hvort að menn sé að trolla, en minna menn kannski á að subscribe á Dóttur fútból. Já, heldur betur. Þeir sem eru að horfa. Það er alltaf fyllast hérna á tjattinu. Já. Sko, það er menn að segja að Brentford sé að vaða yfir Manchester City og að Brentford ætti að vera komið í 3-0. Ég veit ekki hvort það sé grín. Nei.
En Já, við Skoðum bara XG, ná. Við getum líka bara að skoða Sittir með 0,0 XG og meðan Brentford með 0,6. þeir eru brotnir. Þeir eru nú bara, ekki nóttin ung? Jó, vissulega. Jú. Nóttin ung. Það eitleik lokið hjá í ensku úrslitinni þegar að Manchester United tók, Southampton, frekar þægilega, sögðu með sjó. 3-0 sigur þar. Já, það var mjög þægilegt. En hefðu kannski maður sleppað að fá sig þetta víti, en það var svona kannski, það var svona kannski vendipunktur í leiknum. Já, það kveiki í þessu. Já. Stundu þarft að kveiki í leikjum. Og það var gert þarna. Já. Í Þýskalandi þar Hoffenheim búið að minnka munin í 1-2 á móti Leverkusen, Þýskalandsmeistararnir þar í ágætismálum og það að detta í hálfleik þar. Við erum með smá myndir hérna fyrir framan okkur frá Dalvík þar sem að við viljum eiginlega bara sjá Hörð Snævar hérna á hliðalínunni. Erum við ekki að horfa á venna hérna? Já, þetta ekki venna niður í hóndinu? Sýnist þetta vera Sinisa Pavlica Sem er aðstæðþjálfari þetta í dag. Hér er Hann er aðstæðþjálfari Dalvíkur. Hér er kannski verið að reka markmanni hjá Dalvík myndi ég halda út af. Já. Hver er þetta? Það lúkkar eins og rautt spjald. Þessi býr á neðri henni á herði. Já. Og hann hefur væntanlega lítið sofið í nótt. Það er bara svo leiðis. Það sem að höttin Er þetta höttin að það niður? Þarna er hann. Já, er þetta ekki höttin? Jú, með húna. Með húna. Já. Ég geti trú að við sem að fara að fá rautt spjald í leik Dalvík og Þróttar. Hann veit upp á þessu sökina að það. Þetta er Sinisa Pavlica með honum hann. Sko, það er bara þannig. Getur verið að Liverpool að skjóti stöng, Luis Díaz að negla boltanum í stöngina. Nei, Dalvík reynir er ekki textanleik, maður sjá. En allavega, þá er nóg að vera út allt aðeins hefur hægst á símanum hjá mér hér í smá stund, en það er ekki sem segir mér þetta sé og lognið á undan storminum. Já. KFG eru 2-0 yfir í leik sem skiptir engum máli, móti Reynu Sandgerði. Á hverju skiptir sá leikur ekki máli? Getur KFG ekki að geta fallið? Sko, hann fekk ekki rautt markmann. Má ég sjá þetta? Kannski er ég rugla. Já, markmanni á Dalvík Reynir vist ekki að fekk rautt spjald, en hann var dæmt víti, því hann metur þetta hafa verið á vítatext línunni. Já. Og það er vítaspyrna sem að Jú, KFG skiptir raun og veru máli sko. Já, miklu máli. En að því að KF er undir þá skiptir ekki jafn miklu máli núna. Nei, og Kormákur Kvöld líka náttúrulega. En ef þetta fer svona, þá bjargar Kormákur Kvöldsur og þá fellur KF. Það er hárétt. Já. Þannig að, og þeim dugir held ég ekki heldur þeim dugir líklega jafntefli af því að Kormákur Kvöld er að tapa með 2. Já. Það munar 2 í markatölu á Kormákur Kvöld og KF. Við sjáum að Þróttararnir þeir eru að taka þetta víti og þetta er svona Carlos Tevez aðhlaup og innan fótar, hægri fótur, hægra horn og það er fagnað vel og innilega hjá Þrótturunum. Var það faðir eða? Hver var þetta sem skúraði? Kári Kristjáns. Kári með markið. Að ég held, svona formansins. Kristján Kristjáns. Já, kongurinn. Þetta er hörkuleikmaður. Já. Búin að koma Þrótturum yfir í Dalvík, á Dalvík, segi ég. Á Dalvík, já. Nú, okkar menn í Luton eru held til endur undir. Luton unnu í morgun. Nei, hérna segi ég Grimsby. Luton, Grimsby. Como eru konur í 2-0 á móti Bologna í Serie A. Vá. Held ég. Það verður skoðamarkið. Skoðamarkið á. Hjá Como, Patrik Guttrón er settið það. Það er svo var check in progress. Checkið er í progress þar. Það er sem snabbt að vera að vartjekka út allan. Ef ekki heyra hans Steina Gunni eða? Jú, það er alltaf gaman að heyra í honum bara. Bara að býða aðeins með hann. Það var smokescreen, segir Danni. Þeir voru alveg lengi í burtu. Já, það er búið að ringja alveg rosalega í hins síman minn. Það er eitthvað í gangi. Það er ekki oft sem ég vinn með tveggja síma systemið sko. Nei. Það er bara svo leys. Nú, ég minna á það að Brentford er að vinna Manchester City. Brentford er að vinna Manchester City. Jón Vissa með markið þar. Allt með kjörum en þá á Anfield. Líka rólegt hjá Fulham og West Ham. Crystal Palace og Leicester. Það er markalaust og sömuleiðis hjá Brighton og Ipswich. Er ekki Arne Slott bara að þreifa á þeim? Það er svona að gera í öllum leikunum. Það er að þreifa. Svo bara neglu við nokkuð mörk í sinni. Árbær verðist vera 1-0 yfir. Okay. Já, hvað er í gangi með þetta projekt í Árbænum? Það eru ennþá í möguleika að fara upp þvert á allar spár. Já. Nei, náttúrulega ekki á meðan að Víðir eru yfir á móti Augnablik. Yrðu!
Hvað var að gerast? Það var bara chip á hann, mér sýnist þetta að vera Alex Freyr. Þetta var svakalegt, sko. Chip á hann yfir markið eða í markið? Já, chip á hann yfir, þetta lúkkaði alveg eins og þetta var að leiðin inn, sko. Ég með mann í Árbænum sem að hann Anton Freyr, Árbæingar að spila hvar aftur? Þeir eru að spila heima á móti Kára. Já. Anton Freyr á að vera okkar báður þar. Hvað segir Anton Freyr? Hvað er staðan hjá Árbæ og Kára? Herðu, 1-0 fyrir Árbæ. Já, hver sett hann? Agnar Guðjóns skoraði eftir aukastunni. Þegar hann bara inn í tegnum og hann var ánum inn. Það er heldur betur magna að fylgjast með þessu ævintýri þarna hjá þessu Árbæjarlið. Það fæstir væntanlega trú á þessu. Haaland. Þetta er stemmingslið. Holland að skora. Erling Haaland að skora fyrir Man City. Takk fyrir þetta. Erling Haaland að skora fyrir Man City. Við skulum sjá þetta mark hjá Erling Haaland. Það er sending út til hægri. Kevin De Bruyne nuttar honum áfram. Haaland með hægri í varnamann og lekur inn. Sko, það voru margir. Það fór einhver umræða í gang á samfélagsmiðlum að það voru margir veit ég sem að voru að veðja svolítið á það að hann myndi skora og fara úr treyjunni. Hann væri með skilaboð til Ívar Eggja undir treyjunni. Hann gerði það ekki allavega. Sjáum þetta allavega ekki í beinni en Erling Haaland er búin að jafna og Kevin De Bruyne sem að ég var svona með langaði að setja niður í fantasy í dag. En svona Leicester er komið yfir á móti Crystal Palace og hver var með markið þar? Það var vissulega það er bara ekki komin markaskoraði þar. Þannig að Jamie Vardy maður, næst markaðasti núverandi leikmaðurinn í Premier League, bara Mo Salah sem skorað meir en hann. Allir búin að afskrifa fyrir tímabilið. Allir. Já, heldur betur. Þetta er allt saman að rúlla skemmtilega í gang. Það eru línur að skýrast hér og þar. Nú, Eyjamenn er í vandræðum. Þeir bara finna ekki leiðina fram hjá leiknismönnum og leiknismenn eru ekki mættir hann til að leika sér. Já, þeir eru búin að vera miklu betri. Það sem maður hefur séð. Þá er þetta svona sæmilega einstefna. Já. Það tekur oft tíma, brjóti plásin. Já, það getur tekið, en svo þarf ekki nema eitthvað aðeins að klikka hjá þér. Nú, Íslandingliðið Blackburn er komið yfir á móti Bristol City, svo sem ekki mikinn áhuga á því ákveðat núna þess að Arnór Sig er bara, hann er ekki í hóp, er hann meiddur? Arnór Sig meiddur? Það er því. Nei, ég meina hann var í hóp í báðan leikjarnum í landsleikjarnum, sko. Hann er ekki í hóp? Nei, spes. Mjög spes. Já. Nema að frændur mínir sé eitthvað að svíkja mig hér. Það er Sindri Lars Ómarsson, minn maður, greinir frá því að það er 2-0 fyrir KFG. Já. Blackburn settu inn fyrir leik Callum Brittain, Harry Pickering og Arnór Sigurðsson miss out through illness or injury. Já. Þannig að hann er annarkvort meiddur eða veikur. Athugum hvort að skagamenn eru oft veikir. Já. Sindri, hvað er Sindri? Nei, ég ringi hann óvart í vitlausum síma. Hann er hérna. Er Sindri Lars sem er að fylgjast með KFG fyrir mig. Keflavík komur yfir á móti Fjölni. Keflavík komið yfir á móti Fjölni? Já, þannig að þá eru Keflavík komnir í annað sætið og eins ef þetta er að spilast akkurat, ef allir leikir enda eins og er enda, eru þú ekki að gera ráð fyrir því að Keflavík... Getum við sett þetta á skjáin hjá okkur í Dogsonunu? Keflavík Fjölni? Já, Kári Sigfús með boltan. Þá er þetta þannig að Keflavík mætir afturheldingu og Fjölnir mætir IR. Ef þetta endar allt svona. Já. Róa aðeins síman hjá þér. Já, Keflavíkur eru komnir yfir. Nú er ég bara að bíða eftir grænu ljósi frá... Afturhelding komið yfir. Afturheldingar komið yfir. Afturheldingar komið yfir. Því það afturheldingar á leiðinni í... Kraftur snerp. Afturhelding er á leiðinni... Come on, Maggie Boys! Í úrslitakeppnina. Ég skal segja ykkur það. Afturhelding er á leiðinni í úrslitakeppnina. Þeir eru komin yfir 1-0. Við ætlum að eru komin yfir á móti íringum. Aron Jó. Hann er búin að vera öflugur síðast tíma. Hann er búin að vera svakalega öflugur. Steig upp er leið á mótið. Bullis, getum við eitthvað kúkað þarna? Það er alveg líkur á því að við getum séð eitthvað að þessu. Er þetta ekki? Já. Við erum hérna að skoða mörkin og það er
Slum heyra einu Sveinbirni sem að fylgjast með völvunum. Hvað segirðu? Herðu, það er 3-1. 3-1. Það var skora Já. fyrst bolti fyrir í degi Völsunga og þeir skoti stöng og þeir ná ekki að vinna frákastu og skora bara í lópið mark. Titringur. Þannig að það er komið smá skjálti í völvuruna. Já, það er búið róast að yfir þessu, en nú þú aðeins að við höfum að setja eitt mark á KFA allavega í viðbót og þá getur það róast að þessu. Hvað tók það í langa tíma að keyra þarna austur? Herru, hvað tók það langa tíma? 2 korter? 2 kort. Ég læt að vera. Ég læt að vera. Já, ok. Blessi. Herru. Já, heiðir ykkur. Já, það voru og þetta var víst rosa sók sem að Afturelding skoraði úr. Já. Afturelding er yfir á móti IR. IR er staðan okkur núna, eru þeir í úrslitakeppninni? Er staðan okkur núna, eru IR í úrslitakeppninni? Já, af því að Njarðvík er ekki komið yfir. Já. Afturelding hefur bara unnið 3 leiki af 10 á heimavelli á þessu tímabili með -4 í markatölu. Það er ótrúlegt. Já, það er algjörlega lýgilegt en IR á móti unnið 3 leiki útivelli með -5 í markatölu, þannig að þetta er svona kemur út af því saman, en ekkert lið með næstu jafngóðan árangur og Afturelding á heimavelli, nei, útivelli hins vegar. Þar er Afturelding með 21 stig, þannig að þeir hafa verið að sækjast í eins og svolítið fjarri heima högunum. Er þetta kóngurinn á skilinu í Afturelding hana? Ölsingin? Býtum við? Pálsson. Hvað stengnar sá hann? Já, lítur að vera. Nei. Þetta er, segjum það bara. Þetta eru mósvellingar. Þetta eru mósvellingar. Já. Þetta eru tvíburar sem eiga þetta. Það eru bókhaldsfyrirtæki. Það eru heldur betur tíðindin að streyma inn. Fulham eru komnir yfir á móti Vestham. Var það Smith Rowe? Raúl Jiménez með markið. Smith Rowe vantar alveg með stóðsendingu. Herðu, hérna byrjar þetta. Ég held að þetta sé sóknum sem að leiðir að markinu. Er að verið að horfa á þetta í streyminu eða? Já, það er verið að horfa á þetta í streyminu. Ég held að, Já, við skulum fara yfir til Mosó. Þeir eru að setja boltan út allt. Það er verið að hringja samt. Það er verið að hringja samt, ég verið að taka þetta inn líka. Hvað er staðan? 1-0 Afturelding! Heldur betur, við ætlum að sjá markið. Takk fyrir þetta. Við ætlum að svo. Takk. Þetta er Arnar Gautið, ekki? Jó. Aron Eli hleypur utan á. Aron leggur hann fyrir sig. Bang! Wow. Wow. Þetta var Maggi Ból 103 þarna. Já. Og hvað heita stuðningsmannasveitin þeirra á Aftureldingu? Það heitir hún kannski ekki neitt. Jú. Þetta er ekki bara róttökið eða? Dó einhvern veginn. Býtu. Við ætlum að tók hvort við getum séð eitthvað frá Keflavík og Fjölni. Það er komið mark þar. Við ætlum að kíkja þangað og spóla bara aðeins tilbaka og sjá hvort við getum ekki hort á þetta. Þeir heita Maggi Boys. Maggi Boys. Já, við erum mætt til Keflavíkur. Þar sem að Fjölnismenn frá Grafarvogi eru í heimsókn og Keflingar sækja þetta upp hægri kantinn og hér er leikmaður hvað er nummer 28 sem að klínur honum í netið. Kári Sigfússon. Hann er bara rosalega drúgur fyrir á síkastið. Þetta er frábær myndataka frá Keflavík. Mjög góð. Ofalega. Svona hátt uppi. Já, þetta er upp á gámónum hann. Mjög gaman að vera. Ef ekki heyri Jói Drömmur. Hvernig stemningin er? Er hann ekki á láni frá Víkingunum eða? Hann er Kári? Já. Nei, þetta er fylkistrákur. Þetta er fylkistrákur? Nei, hann kemur bara frá Þrótti Vóum, ég veitur. Já, ég ætla að heyri Jói Drömmur aðeins. Jói, hvað er Ölbert á sveðinu? Það er Ölbert, talaði með blanka lögn í Sonni Kefa Vanda, Valdimar hóf brössina sami kamelinn í betni og stúkan. Það er alltaf að Keflavík búið að sækja miklu vindur, Fjölnismenn liggja hér fítt og þannig að það er vindur lífsins hérna, þannig að við erum í toppmálustrákar. Það er 1-0 fyrir ykkur. Það er 1-0 fyrir ykkur, heyr á límur eða? Já, mjög vel. Ég er að vinna með pólska snúruðina, hún er mjög fín. Já, vel gert. Og Fjölnismenn í Dettarasimi, en engin hætta hér. Hvað skoraði? Það var rosa vindur og annar markið. Kári Sigfús, hann er búin að vera nettur Sefrensi hérna, kokkaði vel allan leikinn og Sami Kamil sett hann í gegn og þetta lítur ágætlega út. En vindur stendur mjög mikið á annar markið að íþrótthúsinu. Sami með snuttur sendingu hérna yfir að vindur gripur þetta. Geggjaðu Jói, takk. Það er fleiri mörg liðinni. Heyrði, bjallaðu strax ef þú kemur. Takk, bæ. Það held ég Tíðindi. Njarðvík komið yfir. Njarðvík eru komin yfir. Sko við sjáum samt í Keflavíkurleiknum að Keflavík virðist vera með vind. Þetta er líklega eini vindaleikurinn. Það er fyrir austan. Það er austan. Það er að mættur á leikinn. KFA Völsungur.
Það er viti, Jakob Gunnar á punktinum. Jakob Gunnar á punktinum. Hann á punktinum. Hann á punktinum og hann Ölsungur var að taka viti. Arnþórar 4-1 fyrir völaruna. 4-1 fyrir Ölsungur. Ég ætla bara að óska völarunum til hamingju. Já. Til hamingju völarunar. Við þökkum fyrir það. Já, halda að hringja, frábær, takk. Herðu. Hann Sveinbjörn hefur staðið sér frábærlega. Sko, Jósef Krasnaric, við vorum að sjá þetta hérna, vorum við ekki að horfa á þetta live, Búlis? Já. Vorum við ekki að horfa á þetta live eða? Hérna kemur nefnilega bara deddari. Jósef Krasnaric, hérna, er þetta ekki hann? Jú. Þetta er Adam Árni. Þetta er Adam Árni. Tvöföld varsla frá Arne Snæ. Svo kemur bara langubolti fram. Já. Njarðvíkurleiðin. Svo er það bara... Það er bara Reykjanesbrautin, engin krísuguleið, þetta er bara beint Ómar Díuk í fjær, takk. Svaðalegt. Vá, náðu við þessu inn í streyminu. Þetta er alvöru mark. Vá. Safamýrin hefur ekki oft séð svona. Vá. Töfrar í Safamýrinni. Við erum að fá hérna... Vá. Skilabóð Arnór Sig er veikur. Þetta er væntanlega eitthvað ofan á Skaga. Bara til þess að skjóta þið inn. Já, Arnór Sig er veikur. Arnór Sig er veikur. Stjörnukonur er jafn á móti stólunum. Jæja. Það er svona leikur sem að ég held að verði svona skemmtanagildi þar. Já. Verða mörg. Heldur betur. Á búast í því. Á búast bara fastlega við því. Við sögum frá því áðan að Como eru 2-0 yfir á móti Bologna. Við svona bara förum aðeins í útlönd. KFG er að vinna inn í Sengeri 2-0 Selfoss og Ægir að gera 0-0 jafnvel við Þróttu Vogum er að vinna Hauka 1-0. Og Víkingur Ólafsvík er að vinna Kormák 2-0. Þetta er önnur deildin. Hvað var áttu meiri í annari deildinni? Náttúrulega Völsungur að vinna KFA 4-1. Já. Svo er þetta mörk hérna í KFG 2-0 yfir auðvitað. Já, ég var að segja frá því. Einmitt. Nú, við erum að... En sko, miðað við tölfræðina, þá eru Grindvíkingar búin að vera... Við erum með mark. Miklu betri. Þórsarar. Var þetta í mark hérna hjá Þrótti? Ég held við ætlum að skipta yfir til Dalvíkur. Þar sem að Dalvík og Þróttur mætast. Hvorum megin ætli þetta hafi dottið? Hvorum megin ætli að verið skora? Við slumum kíkja á það hér. Þetta eru Reykvíkingar í sókn. Nýtt með að skot í vardamann og hann steinleikur inni. Þú sérðum betur en ég... Nei, það er aftur sami. Sérðu húsið hans Harðarsson að vera Jónsson? Hver skoraði? Ég nenni ekki að pæla í því. Hver skoraði? Var þetta ekki sami? Kristjánsson? Kári Kristjánsson. Jú, þetta er hann. Fókus. Ég var að einbytta mér húsinu og þetta. Já. Heldur betur og Þróttararnir að enda þetta á skemmtilegum nótum. Sjálfsmark. Já, Kári, hann er fættur 2020 að hægælda hörs. Já, ok. Það held ég. En þessi leikur, svo að því sem komið til skila, þá náttúrulega skiptir hann ekki máli. Hann er komið 2 mörk. Það Manchester City voru að skora gegn Brentford og það var Erling Haaland maður. Það er að frétta. Já, það er eitt langur frá Ederson yfir allan pakkan. Já, þetta verður ekki auðveldur en þetta. Hann aðeins kjötar. Hann bara bodycheckar hann. Og svo chippar hann. Já. Sko, við vorum að ræða þess. Var hann ekki hvað 4. besti normaðurinn samkvæmt einhverjum power rankingi á þér? Var hann nummer 5? Ertu að tala um power ranki hjá mér og Jónikara? Það var power rank viðast við, þetta ekki current. Jú, þetta mér finnst þið að vera ágætti standi. Ég meina það breytist bara viku frá viku, dag frá degi. Helga og hans fjölskyldu og Adam Pakka bara afsökunar. Herri, en svona sem dæmi um það hversu ótrúlegu gæin er að við vorum að ræða markaskorara og stuðla á markaskorara í gær. Að til dæmis var stuðutin á Erling Haaland fyrir þennan leik var held ég 1.53 eða eitthvað svoleiðis. Það myndi skora 2 mörk var 2.50 sem er svona það sem er svona cirka viðmiðið að leikmenn skori í leikjum. Heldur betur, áhugavert það, við ætlum að fara yfir til á Nesið. Það er einhverja hugmyndir um að fara á Nesið, það er komið mark á Nesinu í leik Gróttu og Þórs. Markið var ekki á kam. Nei, þannig að Þórsararnir skoruðu... Það var 2008 módel skoraði, Sverrir Páll Ingason, einn af þessum efnilegu leikmennum í Þór þessa dagana. Já. Þeir eru margir efnilegi þannig, það eru margir góðir árgangar sem eru að koma upp hjá Þór. Já. Búin að selja nokkra meira síðan. Búin að selja 2 til Midtjylland þessum 2008 strákum. Ég trú ekki að mínum enn íringarnir sé að missa af þessu. Það er svo ósangjant. Íringarnir mínir eiga þetta ekki skilið. Nei.
Þetta nú ekki búið En mér skilst að Afturelding hafi nú verið ívið sterkari aðilinn svona fyrir fyrsta hálftíman. Þeir eru stór hættulegir í föstum leikadröfum Íringarnir. Málið með Aftureldingu þeir eru líka í svo góðu standi, þeir hafa verið að vinna leiki ofta á síðustu mínútunum, þannig að það verið erfitt fyrir Íringarna að hlaupa með þessu sko. Já. En það sem að gerist náttúrulega í fyrri leiknum hérna hætta við mark Aftureldingar. Það sem að gerist í fyrri leiknum að Afturelding, þetta var bara jafn leikur Afturelding en svo bara kemur þarna svona klauvalegt mark hjá Aftureldingu þar sem að Arnór Daði sem á varamarabæknum missi boltan inn. En Íringar allavega að sækja sér veðri, það nokkuð ljóst. Heldur betur. Það einhver skilabóð sem að bíða Dr. Fútból. Það 1-0 fyrir Njarðvík, já. Já, ég minni á kóðan hjá Dr. Fútból. Það að sjálfsögðu Doc Zone. Ég minni auðvitað, það að segja kóðin Doc Zone fyrir fríar 20 hjá Epic Bet. Doc Zone, notið það á Epic. Herðu. Ég minni allavega upp í Breiðholt með okkur og það strax. Upp í Breiðholt með okkur og það strax við beðnir Hringdi Steini Gunn á línu. Steini, hvað var að gerast? Leiknismenn voru að skora, voru að komast yfir. Það var Róbert Hauksson. Hann fekk bara boltan út í vinstra megin og fekk einhvern veginn bara hljóðbreytt að tegnum og lagði það stiltilega fjárhandi og þetta nú alveg verðsjækt gangi leiknis og það nú bara sagt. Þannig að þetta er kjapsugur Emil og einn syns að vera Jón Ingarsson sem að leikur hérna eftir middur. En þetta er gríðalegt áfall fyrir Eyjamenn. En svo bara, þið vitið það að Keflvíkingar eru yfir á móti... Það breytir raun og veru Keflvíkingar eru yfir á móti Fjölni, þannig að þið eru ennþá uppi sko. Já. Það er bara markatölu. Markatalinn er góð ef Fjölnir getur gera hjartefni. Við erum eftir að sjá þetta mark hérna núna, þetta er glæsilegt mark. Frábært mark í Vegnismunum. Þetta er rosalega flott mark hjá hann. En Eyjamenn eru búin að vafa hérna í færum og ég hef nú að segja það að marskur við leiknismanna, ungur og efnalegur strákur, Bjarki Arnaldsson, hann var nú stálheppinn að fá ekki rautt spjald hérna á hann og komin út úr teiknum og klippti hérna einn Eyjamanni niður og fekk gult, þannig að svo kom ekki út á aukaspyrnunni en þetta eru óvænt tíðindi hér að leiknismundi með við gangleiknis. Þetta er hrikalegt. Ég sendi bestu kveður upp í Breiðholt. Það er kærlega fyrir þetta, Steini. Og það er stúkan í full af Eyjamönnum hérna. Það er örugglega 300-400 Eyjamenn að leikna. Ok. Þetta er alvöru vesin á Eyjamönnum. En af því að Keflavíkur yfir, það náttúrulega breytir þetta í raun og veru engu. Já, það er einhverju 40 metra á annað markið í Keflavík, þá er einhver eftir að gerast í Keflavík. Þannig að Fjölnir eiga ennþá séns á að, við mögum ekki gleyma því að fyrir leikina móti Aftureldingu, þá voru Fjölnir með 4 stig í síðustu 7 leikjum. Það er rosalega. Og þeir geta ennþá farið beint upp. Já, þeir eru bara að vinna núna. Já, þeir eru bara að vinna núna. Ef þetta fer allt saman svona. Svona við hoppum aftur yfir það helsta í þessu, City konur yfir auðvitað á móti Brentford. Höttur komni 2-0 yfir á móti KF. Óhugavert. Það þýðir að KF er að falla og Kormákur Kvöt er að halda sér uppi eins og staðan er núna. Þetta er fyrir norðan, þetta er Ólafsfjarðarvelli. Höttur á móti KF. Annarri deild, já. Þannig að KF öllu líkindum að leiðinu niður í 3. deild eins og staðan er núna. Leit vel út hjá þeim fyrir leikinn í dag. Já, þau eru að hrynjinn mörkin hérna hjá okkur. Þróttur Vogum eru 1-0 yfir á móti Haugum. Víkingur Ólafsvík að vinna Kormák Kvöt 2-0 og KFG er að vinna Reyni Sandgerði 2-0. Reyni Sandgerði botliði þarna í deildinni. Hvernig geta þeir verið á leiðinni niður í 3. deildir og leiðinni niður í 4. deildir í raun og veru? Svo við segjum, það er ekki að snjóa þetta á Dalvíka. Eini. Það er sant, þú sér samt í fjöllunum. Það er nú bara vel niður fyrir, það er bara niður að bæjarmörkum sko. Þannig að það er frétta. Veturinn er komin. Hann er heldur betur komin. Veturinn og svona þegar ég líti yfir aðeins á Liverpool-leikin þá eru þeir að þjarma vel að Nottingham Forest. Ná ekki að brjóta lásinn eins og Eyjamennirnir. Nei. Þá er þetta bara galopið allt saman. Var Mats Sells alveg komið með markið? Hann missir hann í gennum klofið á sér. Sko það er rosa. Markmaður var svo heppinn að fá að gera hræðilega mistök.
Við hefum getað séð finnasta mark sem hafi komið í enska boltan lengi en Mats Sells bjargaði sig. Það voru ekki Forrest voru búin að kaupa ykkur markmann. Var það einhver annar? Voru ekki búin að kaupa ykkur alvöru markmann eða gekk það ekki eftir? Ekki svo minni, þeir voru náttúrulega að reyna og Kelly lengi í vel. Já. Mér myndi eins og þau væri konum eitthvað almennilega markmann. En allavega þá ennþá markalaust á Anfield. Gunnar Birgisson klappar, hvað gangi? Afturhalding 2-0. 2-0 fyrir Afturhaldingum. Já. Ég IR-maður. Afturhalding komið í 2-0 á móti IR Afturhalding á leiðinni The Playoffs. Já, The Playoffs. Það sem að liðið fór á taugum í fyrra og geta nú leiðrétt fyrir það allt saman. Þeir keyptu Carlos Miguel, markmann Forrest. Já, en hann greinlega ekki að spila. Nei. Teddy Pounds með þetta. Teddy Poundsson umdeldur þessa dagana. Já, það óvænt að segja það. Svo var líka að segja á Petro. Það reyndar fyrir þá sem hlustuðu, þá var hann við því. Við erum að fara þetta á skjáin Dalvík Þróttur. Hvað að gerast? Dalvíkingar að minnka munin og markaskorarinn hleypur beint á hliðarlínuna. Bendir á Snævar Jónsson. Þetta var fyrir þig, Hörður. Þetta ekki Hassan Jallow? Já. Það beinta, hann tók svona bíbersits á Gauja Þórðar, straujaði á hliðarlínuna og þakka hann tröstið. Þú setti minn í liðið og þetta var fyrir þig. Það held ég, sögulínur á Dalvík. Dominus pítsurnar eru mættar. Eisarinn mættur. Eisi mættur. Sjálfur. Þetta gerist ekki oft, sko. Nei, Tom Eisi farin að keyra þér sjálfur. 7. Þurfum ekkert minnið það. 7 pítsur. Þetta er bæði haflega svona Gunnar Birgis var að segja. Það er 7. Við erum mætt upp í Mosó. Þar sem að Afturhalding og IR mætast Afturhalding sem að ég held að færi beint upp og lítur mjög vel út í vor. Að spila þetta flottur fótbolti hjá Afturhaldingu. Hins vegar þurfum ekki að bíða aðeins eftir þessu marki. Ég minna það að Eyjamenn að tapa sem að skiptir ekki alveg öllum máli því að Fjölnismenn eru líka að tapa. Já. Í annarri deildinni þá eru Völlararnir að fara að fylgja Selfyssingum upp. Í þriðju deildinni þá það Kári sem eru komnir upp og með þeim fylgja Víðir eins og staðan núna. Þetta gerist hérna, sjá við, Elmar fær boltan hérna út í hægra megin, tegur væntanlega einhverja, þetta er pen. Þetta er skrítin tækling að fara í þessum tímabúti. Já, menn vita þessu sökina. Já, það er ekki mikið verið að kvart undan þessu. Nei. Þannig að þetta er pen. Er það rétt að og ég gerir ráð fyrir því að hann fari sjálfur á punktun. Elmar Kári Kókic. Já. Heldur betur... Ég með fullt hús af Liverpoolmönnum hérna sem að eru farnir að leggjast á bæn. Já, stressaðir. Það er einhver titringur í maskarnum sér maður. Mo Salah, sjá þann gamla, hann aðeins missir hann frá sér. Gamli maðurinn aðeins að gefa eftir. Þetta verið uppskiptin í ár. Bara byrjum rólega í fyrirháleik og gjörðum það í seinni, sko. Sjá gamli maður. Hann er segur. Já. Helviti segur. Það má eiga það. Strákar, er eitthvað meira að vera ákveðat núna? Birkir að benda mér á að fylgjast með vítinu. Það er alltaf betra að fylgjast með vítinu. Það er Afturhalding. Já. Fastur uppi á mitt marki bara. Já. Skemmtilegt. Hvað þýðir þetta verið íðingar mína? Eru þeir ekki bara... Já, þeir eru bara átt. Þá eru þeir átt. Og meðan Njarðvík yfir. Á því að Njarðvík að vinna. Já, hérna hér. Sama stuðnismann og sveit Afturhaldingar að trillast á pöllunum. Já. Það væri gaman að vera. Þarna er stemningin. Já. Clinching the play of birth eins og þið kallið þetta í Mosó. Kallum þetta það í Mosó. Maður sjá Gladbach og Stuttgart að gera 1-1 jafntefli. Como að vinna Bologna nú 2-1. Það er búin minkabunni þar. PSV Eindhoven komið yfir á móti Nek Nýmagen. Það er nógum að vera í öllum deildum allstaðar út í heimi og auðvitað hér á Íslandi. Grimsby Town í skítamálum að tapa fyrir Barrow 2-0. Já, þetta er ekki það sem við pöntuðum. Þetta eru Eyjamenn. Sko allavega samkvæmt hérna textalýsinguna þá eru Eyjamenn búin að vera ansi mikið betri. Já. Og hafa verið sterkir eftir að það lentu undir, þannig að hérna
Ég hugsa að þetta verði ekki eina mark leiksins allavega, sama hvað gerist, þá verður þetta ekki eina mark leiksins. Það okkar deild, það Serie B, það hljóta hér að vera einhverjir leikmenn, eitthvað að þessu hérna, hvað heitir eftir liðið sem að Hjörtur er komin í? Það heitir ekki Catanzaro? Jú, það byrjar á sé, já. Sjá hvort hann sé að byrja þetta. Já. Það hlýtur að vera. Nei. Er hann á bekknum? Hjörtur Hermansson. Já, þetta er ekki liðið. Nei. Bitu. Þetta eru 2 lið sem er að byrja á sé og það er hvort liðið sem hann er í. Hvert fór hann? Þetta á ég nú að vera með á hreinu, sko. Já, þeir eru vinnir. Carrarese. Já, við erum náttúrulega tengdir. Hann er náttúrulega fljótónum líka. Já. Skagafirði. Auðvitað. Óhugavert. Hvernig læt ég? Þetta áttu að vita. Nú, já, það er að fara þetta hálfleikur, fljótlega á Sindra völlunum. Björnsson og yfirferðin hans á miðsvæðinu. Þetta er unun að sjá þetta, sko. Já, leikni. Já. Óbáslega skemmtilega leikmaður. Gefur aldrei tóm eftir. Nei. Það er bara kosturum við hann. Hann er svolítið latur, það er svona hans helsti kallir. Það er kosturum við hann gefur ekki tómmu eftir, sko. Þetta er eigamenn í sókn. Já, eigamenn í sókn, nei. Það er ekkert að frétta þar. Það er að koma hálfleikur í leikina. Forrest eiga aukaspyrnu á hættunum stað. Reynir Sanger að fá rautt spjald segi Daði Laxdal. Já, það þýðir bara að fakt. Hann er ekkert að bulla svona. Nei. Carrarese liðans hjartar, standard, segir Haffi Átna. Carrarese, já. Ég bara, eins og ég segi, Haffi Átna, hann tekur enga fanga þegar það kemur ítalska boltanum. Og sem, þarna voru Forrest að gera sig líklega á móti Liverpool. Var þetta fyrsta skotið þeirra, ekki? Held það. Já, þeir er allavega búin að vera mjög líklegir. Það var maður verið að kíkja á þetta. Erum við ekki með 0,0 í XG að hann er í kíti? Flotta treyjur hjá Liverpool. Þetta var ekki skot. Já, það er að detta í hálfleik bara allstaðar. Og það er aukaspyrna hérna reyndar á stórhættulegum stað hjá eigamönnum. Já, slúm kannski fylgja því eftir. Já. Er Jón Ingersson að fara að taka þetta? Sýnist það á öllu? Er hann að fara að hóta enn einu sinni? Hann er farin að munda vinstri fótinn. Þetta er ádjabóðan, þetta er kannski. Jú, þetta er náttúrulega það, menn hafa nú skorað þarna. Það sem ég er að drekka þetta heitir Liquid Death. Þetta er sódavatn. Geðvikt. En þeir ákvaða bara að búa til umbúð sem líta út ekkert eins sódavatn. Þetta er ábúið búið að líta út fyrir einhverjum eins og ég sé að södra ískaldan bjór. En þetta er Liquid Death. Ákvaða að gera töffnafn á sódavatn. Skál. Það er Jón Ingersson. Það er Jón Ingersson sem er farin að munda vinstirfótinn. Þá er óttu voðin vís. Við þekkjum það. Já, það hefur... Hægri fótamaður hann, sjáu þið vegginn. Hómpaðum í hægri. Það er einhver átök, það er einhver stimpingar inn á teig. Það er blóðheitir. Þeir eru blóðheitir, bæðilið, já. Það vantar ekkert upp á það. Sjá... Vá. Já. Þetta var varsla. Það er eitthvað að gerast í Keflavík, Joey. Jú, það heldur betur, það er komin hálfleikur og það þegir Ölberst á línuna frendi og Kjellik, syndur minn bara Kjella helsa, hann út í garðið að mjálma á lífið. Þannig að hálfleikur hér í Keflavík 1-0, let's go. Heldur betur, United 2-0, let's go. Wow, let's go, 3-0, takk. Drömsen. Drömsen, 1-0 yfir Keflvíkingarnir. Herðu, Grimsby búin að minka munin og 3-0 höttur á Ólafsfjarðarvelli. Það er magnað. Sko, KF hafa verið sérfræðingar á heimavelli. Þeir eru með 1 stig í 10 leikjum, í 11 leikjum útivelli, en þeir hafa verið að sækja svolítið stigin sem þeir eru með 17 á heimavelli. Þannig að þetta er miðað við það að Hötturhuginn er í raun og veru ekki að spila upp á neitt, að þá er þetta kjaftsökk fyrir KF. Fyrir KF. Það er nokkuð ljóst. KF er á leiðinni niður með Reyni Sandgerði. Ævintýri Kormákur og hvað segir?
5-1 fyrir Völvuna. Hann er bara Sveinbjörn kallinn er bara búin að gefa stöpp og ringja. Hann er bara alvarlega dottin í það. Hann alltaf var ekki á leiknum, held ég. Jú, hann var á leiknum, hann keyrði 2,5 tíma. Já, ok, já. Og hann fór yfir það hér í mögnuðu símtali hérna fyrir í dag. Jakob með þrennu. Jakob er komið 24. Já, 24 og mörg í 21 leik. Hann er 2007. Já, bilun. Hvað er stóri það? Já, hann er ristór. Káringa gert vel að sækja hann. Klófesta hann. Já. Áður en áfsísunni fer í gang. Herru, byrju, hér er eitthvað að ríkja. Hvað segirðu? Hæ, þessum ég verið á augnablik fyrir leikur Já. Og núna hálfleikur. Guðni Rapp Robertsson verð best leikmaður eins og Rosa spennandi leikur samt. 1-0 fyrir Víðir. Ég hald áfram að updata ykkur í næsta hálfleik. Já, takk hérlega fyrir það. Thank you. Minsta mál, við verðum í bandur. Verðum við já, takk, heldur betur. Fengum við tíðindi frá augnablik og Víði. 1-0 fyrir Víðismenn. Sko, ég verð að segja reyndar. Ég bjóst við fleiri mörgum, það frekjað? Já, þú lokaðum fyrir mikið undir. Ég bjóst bara við í til dæmis eins og, þú veist, Grótta Þór og eitthvað svona, þú veist, ég bjóst við að þetta er bara bæði leiklið sem að verið með harlífið að skora og sér að það er komið mörg í öllum leikjónum í lengjudeildinni fyrir á lík. Oft í svona leikjum og rignir þeim í seinni. Og er ekki mörgin nánast öllum í annar deildinni líka? Selfoss Ægir 0-0 sem er ótrúlegt. Það er ótrúlegt. Ekkert upp á að keppa þar sko. En Suðurlands skjálftaslagurinn er oft erfiður sko. KVF 0-0. Já, svo er búið að flöta til hálfleiks hjá Liverpool og Nottingham Forest. Það er markalaust, Fulham og West Ham 1-0 fyrir Fulham, þar var Raúl Jiménez með markið. Krista Palas undir á heimavelli á móti Leicester, Jamie Vardy með markið, Brighton og Ipswich, það er hálfleikur 0-0. Það er alveg að detti í hálfleik hjá Manchester City og Brentford Selið þinn lítur mjög út sem er á Sími Sport 2. Þú var bara 1 Mo Salamark. Þá myndi ég segja þetta væri náttúrulega bara dottið. Ekki nema eitthvað anskotin gerist í Mosó sko. Ég er að fá hérna skeitasendingar á Mosósbæ. Jason Daði var með stóðsendingu fyrir Grimsby. Sæll. Þannig að hann hefur fengið leyfi til þess að elda þennan daginn. Já. Mér sýnist við vera í að bara lett þetta í hálfleik, það er ekki nema 7 Domino's pítsur sem að býða okkar. Við mætum hér bara aftur eftir 10 mínútur eða svo, dælum í okkur pítsurum. Eins og ég segi, IBVF er á leiðinni aftur upp í efstu deild, það er að segja, þó þið séu að tapa, því að Fjölnismenn eru líka að tapa í Keflavík. Það er brjálaði vindur þar, hlutnir er eftir að breytast rosalega hérna í seinni hálfleik. Við erum með í Dogsson líka í seinni hálfleik.
Við erum búin að koma okkur aftur hérna fyrir í Dogsón og það er strax komin tíðindi. Keflvíkingar eru komin í 2-0 gegn Fjölnismönnum. Drengir, þessi seinni hálfleikur byrja með látum. Það bjóst einhvern veginn myndi snúast við því það er aðeins vindur á hana marki hérna í Keflavík. Já. Hérna vinnur Sindri boltan. Kemur hérna sending fyrir. Já. Sjálfsmark. Já, ekki. Já, ég held það. Ég sé ekki hvort sé Baldvin eða Júli. Hann myndi fagna meira sjálfur ef þetta var ekki sjálfsmark. Þannig að þetta eru tíðindi, skal ég segja ykkur. Já. 2-0 fyrir Keflavík. Þetta er vatn á millu Eyjamanna sem er í vesinni. Þetta þýðir raun og veru bara það er ekki eins mikið stress á að þeir jafni eða vinni leikinn. Úli lítur að sagt í hálfleik að það var 1-0 fyrir leikni. Ég trú ekki öðru. Þetta er helvítis höggur. Það er 100%. Erum í Joey Drömmer. Já, þetta er skemmtilegt. Ákveðið vatn hér á millu manna. Ég þetta laten en þetta sjálfari segi ég. Ég er að vatn á öllum. Ég er að hóða öllum sjóttum. Þú vorum skora. Ég er að koma ekki. Ég bara segja verðum sko. Tala Joey Drömmer með ykkur svona bergmál hjá honum. Sjálfari. Þetta var gott. Aldrei hitt öður. 2-0 hjá Keflavík, þannig að Keflingar í góðum málum. Það er allt farið af stað aftur í enska boltanum. Og þar er Liverpool og hvað segirðu? Leicester að komast í 2-0 á móti Crystal Palace. Þetta er ekki þetta er búið að vera pínu erfitt. Var aftur Madidi, já. Stefán Madidi, það kemur ekki orð. Ég er búin að vara við þessum manni nokksum. Eitt sem er skemmtilegt núna er það að staðan núna í fyrsteldinni þá mætast Keflavík og Njarðvík í undanúrslitum. Já. Ég var reynda til að sjá þau í úrslitum en það er bara fínt að fá undanúrslitum, 2 leiki. Það er skemmtilegt, það verður mjög gaman að sjá það. Það var rosalega skemmtilegu leikurinn sem þau buðu upp á að ná ljósanum. Já, svakalegur að leik. Hinn leikurinn fór 1-1 líka, hann var ekkert eðlilega leiðilegur líka. Strákar, við erum ekki spilaði efstu deild í dag á Íslandi, en þið sjáðu þetta báðir leikinn í gær þar sem að Víkingar kjöldróu Káringa. Komu þessir yfirburður Víkinga ykkur óvart? Af því að hér var tippað á jafntefli og talaði um að það er 50-50. Sko, komur henni ekki einhvern veginn og maður horfði á þetta einhvern leiti ekki á óvart, skilur, en maður er svona bjóstu fyrir leik, bara Káringar hljóta að mæta klárir og berja á þeim og reyna að ná okkur út úr þessu, en þegar þetta byrjaði og þeir byrjuðu bara að tæta á saman, sundur og saman, það komur ekki neitt óvart. Gísli Gotti, bara guðminn góður, sko, það er sem hann er búin að stíga upp síðan að Pablo Puni eitt mitti, sko. Þetta er bara besti leikmaður í deildinni. KR spiluðu ágætlega fram að markinu en svo bara eins og Óskar talaði með viðtali fyrir leika, þú gleymið þér í nanosekúndu á móti Víkinga, þá eru þið búin að refsa og það var nákvæmlega það sem að gerðist þegar bolti kemur út á Ara Sigurpálsson hægra megin og hann leggur að fyrir á Gísla Gotta, þannig að þetta var svona kemur manni í raun ekki á óvart, þetta var svona meira reyna að vera kannski eitthvað sniður í giskinu. Já, í Þýskaland, en á Spáni líka, þar er Espanjól og Tina Alaves að mætast, þar er 1-1. Það er náttúrulega stóri leikurinn í kvöld klukkan 7. Já, heldur betur. Það er að Orri og félagar, ég heyrðu, Orri Steinn Óskarsson og félagar í Sociedad á móti Real Madrid, ég held hans í hann er sjónvarp Símans, hann leikmaður í setti þérna á Twitter á hans með starfsmaður Símans, Alessandro Kostik. Já. Heyrðu, það er símtal. Dogsón. Hæli Dogs, hvað eru? Hvað segir þú? Gott. Hvað er staðan? Það er 2-0 fyrir Magna, móti Vængjum, býtu, færi, inn í vítateg, skot, varið og 3-0. 3-0 fyrir Magna, í þriðju deildinni. Live mark. Magnaðir. Magnaðir. Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta og halda áfram að hringja. Gott að fá uppfærslu þarna beint frá Grenivík. Var þetta ekki örugglega beint í beinni frá Grenivík? Já. Í þriðju deildinni. Já, ég ætlaði að segja frá því, heyrðu, það er eitthvað hérna. Hvað segir þið, hvað gerast í Smáranum? Þessum vera mér aftur. Sem sagt, svaka dauða færi frá Augnablik. Skjóti stöngur, haldur allir með stóðsningi frá Gunnir Rapp, en ekki ennþá mark frá Augnablik. Ennþá 1-0 fyrir Víðir. Við verðum í bandur, vintamál, tjá. Glæsilegt, stöngarskot hjá Augnablik, þetta hefði verið, eitthvað sem árbæingar hefði verið hrifnir að sjá líka inni. Ég er með vendingar í þriðdeildinni. Íhári lendir undir á móti KFK sem þýðir það KF fyrir niðri. Ég ætla að svara fyrst hérna í Ólafsvík. Hvað er að gerast í Ólafsvík? Herðu, það er búið að minnka munn í 2-1. 2-1. Ég er því miður, það ekki nafni á honum. Landsbyggðin er stór, þó ég stend með nafni. Já. En ég veit ekki hver skoraði fyrir Kormák.
Kormákur Kvöt búið að minka muninn á móti Víking Ólafsvík. Takk hérlega fyrir þetta. Yes. Það eru þessi rísatíðindi KFK eru komnir yfir á móti IJA. Æskuvinur minn Ingur Rafn Ingvarsson sem að sett hann fyrir Kormákur Kvöt sem allt í öllu hjá Kormákur Kvöt. Við verðum að ræða þetta KFK. Þeir getur verið, þetta svona Búi, Great Escape. Já, bara algjörlega. Búi náttúrulega bara kollegi minn í málingunni og magnaði persónleiki fyrst að fremst, sko. Já, og hver skoraði fyrir KFK? Ekki með það. Ég fekk bara SMS þetta IH væri undir. Já. En þetta setur pressu náttúrulega á KFH 11. Já, svakalegu. Þarna verða bara komið mörk núna. Já. Það mikið verið að hringja þannig, Þór var að komast í 2-0 á móti Gróttu. Já, Þórs. Hvað segirðu? Já, Krista Pallasson í komunin í 2-1. Það eða? Var ekki maður þetta bara? Bíddu. Það er eitthvað að gerast akkurat núna. Dogsson. Sælir, 3-2 fyrir Hetti. KF komið með 2. Það rosalegt. Það verður alveg ræða. 54 búnar. Þetta í annarri deildinni, fallbaráttin í annarri deildinni. Já. Sælar. KF búin að skora. Hver skoruð fyrir KF? Jónas og Ljúpa. Takk fyrir þetta. Halda árum að hringja. Öffara okkur strax. Takk. Herru, þetta eru líklega sturluðustu vendingarnar. Já. Þetta er vendingar. Af því að Kormákur Kvöt var að skora. Það eru Kormákur Kvöt og KF sem í baráttunni í annarri deildinni. Kormákur Kvöt var að skora á mingamunum á móti Ólsurum og nú eru KF komnir í baráttunni aftur líka. Ef að KF vinnur það dugir þeim líklega ekki ná í stig. Nei, það dugir þeim ekki stig eins og staðan akkurat núna, þá mun muna einu marki í markatölunni. En KF ennþá niðri eins og staðan akkurat núna. Held ég. Maður sjá. Við erum að fara að fá marki á Þórssonum hérna. Annar marki á móti Gróttu. Það sendingin í teig og gamla góða bakvælspita. Rafal Viktor, geggjamark. Gefið marki á honum. Herri, Joey Drömmur að hringja. Joey. Sælir, hvað eru þið batterislausir eða? Það kom alltaf bara slögt að símanum hjá fyrir, hvað fyrir þetta? En Latin var að skora og Gummi Steinus og allir fyrir kring vilja minna, hann átt markið. Þannig að það tjekka þá bettinu og nú er bara Ólífa Heiðars og Keri Sík á, let's go. 2-0 Keflavík. Já, takk fyrir það. Bye. Þetta var sjálfsmarkandi. Ég elska Joey Drömmur og allt það, en ég held að hann sé að bulla þarna. Ég held að þetta hafi alltaf verið sjálfsmark þó að þeir vilja sjálfsögðu bara gefa sínum manni þetta. Já, eitthvað svona Magnús Páll Gunnarsson taktík í gangi hana. Já. Þróttu Vogum komið 2-0 yfir á móti Haugum. Þú veist, jú, gæti skipt máli af því að við erum að horfa í þetta þriðasæti, en þeir ná ekki völsungi eins og staðan er núna held ég. Nei, bara röðnir í miklu stuði fyrir austan. Og þeir verða ekkert stoppaður upp úr þessu. Nú, Krista Pallas búið minka muninn á móti Leicester. Þar var það Mateta eins og við komum inn á áðan. En Díti með 2 stóðsendingar fyrir Leicester. Já. Meira úr þessu öllu saman. Smith Rowe var að sjálfsögðu með stóðsendinguna ára á líminans. Aldrei á Þorlóðsson. Gæti notað hann á morgun. Það er enda bara Ægismenn. Ægismenn eru konar yfir. Nenad Sivanovic. Þeir að eyðileggja lokahófið hjá selfisingunum. Nú, Como og Bologna, þau gerðu 20 jafntefli. Sem að Bologna-menn, ólsegir Bologna-menn, jöfnuðu þetta í lokin. Og það var Illing Junior sem að við þekkjum þetta frá, er þetta ekki svo sem var í Juventus? Samuel Illing Junior. Jafnaði í uppbóta tíma. Já, hann er að læra hrattan Cesc Fabregas að þessi bolti getur bæði verið brellin og bröndóttur og bröðóttur í raun, ef svo má segja. Ef við fylgjumst aðeins með League 2 þá voru Grimsby Town enn að tapa fyrir Barrow, en nú er staðan 2-1. Hann lagði upp við að heyra Njason Daði. Það er svona, það er þau tíðindi sem við fængum af þeim leik. Það er allt í gangi í Mosó í dag, maður. Heldur betur. Hvernig fóru handboltinn? Unnaðir? Þeir tóku Valsarana í gær. Það er sæmilega parti í Mosó helgina. Já, svakalega. Svo er Blakið að fara á stað eftir. Þannig að það er meistarana. Já. Það er í Mosó. Klukkan 4. Það er meistarana. Sko, KFG var að klikka úr víti. Já. Það enda 4-5-0 þar. Vinnum fleiri og 2-0 yfir. Já, ætti að gera það.
Býtu, eiga menn ekki Jón Arnar Bardal inni? Jú, þeir eiga hann inni. Hann lítur að fara að henda honum inn á, sko. Hann þekkir svona leiki, sko. Þeir eiga Jón Arnar Bardal inni nefnilega, sko. Stjarnan komið 2-0 yfir á móti Tindastól. 2-1, eða ekki? 2-1 yfir sig, 2-1. Og Keflavík að vinna Fylki 2-0 í kvennaboltanum. Þetta er neðri hlutinn í bestu deild kvenna. Það er allt klárt þar, eða ekki? Jú. Það eru Fylkir og Keflavík fallin. Allavega, þá sjá, það eru að renna hér inn tíðindi. Nei, engin tíðindi að detta inn akkurat núna. Nei, það er rólegt yfir þessu akkurat núna. Kanski við förum aðeins yfir bara hvernig staðan Í þriðju deild eru bara 5 leikir. Þar Víðir að vinna Augnablik sem þýðir það að Víðismenn eru að fara upp. Magni og Vængir eru, var ekki 3-0 fyrir Magna. KVF Elliði. Vorum við með einhverja fréttir þaðan? Ég held að sé 0-0 0-0. Já. Auðun Gylfason okkar maður þar. IH og KFK. Samkvæmt okkar fréttum, okkar heimildum, þá 1-0 fyrir KFK. Já. Og Árbær að vinna Kára. Já. 1-0. Já, rétt. Já. Þannig að við erum í góðum málum hér. En ekkert að breytast þannig í þrjöldinni, 8 úrslitin séu svona. Já. Augnablik þurfa að fara að setja hann. Þróttur komið 3-1 yfir á móti Dalvík. Já. Rosalegu bekkurinn hjá KFK með Björgvin Stefánsson og Sigur Gísla Bond. Já. Hann var að manna bekknum. Birkir, vildur að við myndum fara aftur yfir stuðlan okkar? Við bettir okkar í dag. Svona gerðum við þetta fyrir leik og auðvitað, gamli maðurinn að svíkja mig, Mo Salah. Já, hann mun setja hann eftir bítu bara. Já, hann hlýtur að gera það. Þeir eru svo sem Liverpool að svíkja mig, ég heldur 1-2 inni allavega. Og ég þarf mark frá KF. Þeir setja 3 í seinni. 1 frá Víngólusík, þetta lukkar ágætlega á mér. Ég held að Gunni sé döður. IBF -1. Já, IBF -1. Það veit nú aldrei í svona loka umferða og loka mínútunum. Það er oft langar fyrir liðin. Kannski að byggja þá sem eru við skjáin að segja hafa Liverpool-leikin á. Það er svona sá leikur sem við höfum mestan áhuga á hér og myndi gera mest fyrir okkur. Já, Þróttur 3-1, já. Þróttarar komnir í 3-1 á móti Dalvík. Komnir á Liverpool-leikin hérna. Heldur betur. Sjá, það er nóg að vera. Kili, hvað vantar þig? iPhone hlæstutæki fyrir Kilar minn. Gamla típan. Já, gamli skólinn, já. Gamli skólinn. Sá gamli, sá góði. Sko, Eyjamenn eru betri. Ekkert mál. Eyjamenn eru betri samkvæmt textarísingu fótbolta.net. Já. En þeir þurfa að það komin 50. og 5. mínúta. Já. Guðjón Ernir sem komin í opið markfæri, hann skýtur boltana þá langt yfir markið, alls ekki vel nýtt færi þarna. Guðjón Ernir eftir stóðsendingu frá Hermanni Þór. Já, það er náttúrulega aldrei stóðsending nema að sé mark. Nei, eftir sendingu sig, eftir sendingu. Það er alls bein að vinna saman hana. Að sjá Brighton en þá 0-0 á móti Ipswich, við erum svona líka að skoða eins enska boltan. Það er 2-0 fyrir Árbær. Þetta er ótrúlegt þessi saga. Hvar byrja maður þegar maður ræðir þetta Árbær ævintýri í ár? Þetta er svakalegur uppgangur hjá þessu klúb sko, en því miður þeir að lenda í þriðasæti, þeir væri náttúrulega bara leggjast á bæna það sem að það gerist eitthvað í Grindavík. Það er því gjössanlega bilað. Það er eitthvað að gerast í Ólafsvík. Hvað er að gerast í Ólafsvík? Herðu, Gary Martin er að fara á punktinn og þetta getur hugsalega verið hann síðasta mark á Ísland. Herðu, síðasta markið hans Gary Martin, hann er mættur á punktinn. Ef hann skorar. Hann er að gera sér tilbúin. Góðu með þetta. Tippar beint á marki, hann vill enda þetta almennilega. Já, hann veit stöðunni á Völsung örgulega. Það getur við að hægra með þetta unni! Gary Martin er búinn að skora og koma Víkingum í 3-1. Það var lagið. Við viljum senda kveðju á alla hugrakka málara. Já. En ekki svona vonandi landsbyggðarmenn eins og Foss og Bróðsson. Já, ég byrðist afsökunar á honum, styrmi minn. Takk fyrir þetta. Verðum í bandi, takk. Já, takk. Það var með þróttara markið. Hvað var hann að segja? Það var eitthvað með einhverja smá sneið á Foss og Bróðsson. Já. Það er, hvað segir? Það er
Það er verið að segja okkur að fara í skjáin. Já, ég held við sem að fara að sjá þriðamarkið hjá Þrótti á móti Dalvík. Grindavík að jafna á móti Njarðvík. Grindavík að jafna á móti Njarðvík. Þetta finnst að sjá þetta mark hérna hjá Þrótturunum. Þetta er smekkleg afgreiðsla. Við erum búin að sjá rosalega mikið að norðan. Svakalega afgreiðsla. Leikmaður númer hvað, 12? Já, sýnist það. Já. Ég þekki hann ekki. Nei, þú ert þetta batterislaus. Það Aron Snæri, þetta er hann. Framari. Heldur betur glæsileg afgreiðsla þar. Sko, býtu, þetta breytir þá því að IR er komið í playoffs. IR are back in the playoffs. Já, IR are back in the playoffs. Það er sungið og tröllað að báða megin í mótsvöld. Eru the Ghetto Hooligans, eru þeir mættir á svæðið það? Það hlýtur að vera. Þeir eru örugglega búin að sjá mark, Grindvíkingarnir hérna. Og darraðadans, meiri darraðadans. Ef eina kall, þá er það að segja það. Darraðadans. Darraðadans. Já! Herðu, shit. Wow, 1-1. Hann fagnar ekki. Já, hann fagnar, hann bara meiddi sig aðeins. Þetta var langur aðdraðandi þessu marki. Já. Var þetta Kitty Conn? Já, Kitty Conn. Kitty Conn með marki. Þetta var hann sjálfur. Þetta er skemmtilegt mark. Svona mark. Erfitt skot, sko. Já. Heldur betur hann. Söðunisson, 4-1 fyrir Þróttara. Grindavík komið yfir. Grindavík komið yfir 2-1. Grindavík komið yfir 2-1. Grindjánarnir, ég trúi. Herðu, þeir hafa tekið miðju og svo bara skorað. Já, við erum bara að sjá þetta núna. Ég trúi, sko ekki láta myndina blekja ykkur. Þarna er staðan 1-1 í leik Grindavíkur og Njarðvíkur. Ekki láta myndina blekja ykkur. Joey Drömmur að ringja. Joey, hvað segirðu? Það er heldur betur að færa lífi í leikin hérna og ég skal loka því það stutt í eitthvað rosalegt mark örgurum megin. Ásgeir var með netti Óla Gott vætuna áðan bara í yfirgjöfum smá. Það er ekki að fara að betta hérna. Takk. Heldur betur, hann hefur verið að lofa fjöri þar. En við vorum að heyra því að Grindvíkingar eru komnir yfir gegn Njarðvík. Og hér getur eitthvað gerst. Ármann, Ingi. Já, skiptingin yfir. Eitt diagonal. Er það Kitty Conn aftur? Er þetta Kitty Conn aftur? Já, sæmilega chip. Með vippuna. Hann fagnar ekki. Já, hann tekur hérna smá Kamani bæpi yfir Söldarsson. Hvað segir, hvað er Lægur, sjálfandi höllunni. Já. Völsungur KFA 1 og Völsungur 6. Já. Jakob Gunnar Sigurðsson með þrennu. Já, takk fyrir þetta. Hann er ekki með þrennu á það líka. Jú, hann er ekki skorað neitt af þessum setjumörkum. Takk fyrir þetta. Er hann komin í tíu? Ég veit það ekki. Það er bara búin að skora fullt af mörkum. Já. Þið haldið áfram að fá okkur og haldið áfram að hringja þetta Óksson. Takk fyrir. En í gírnum þarna það eru ótrúlega hlutir að gerast. Grindavík er að vinna Njarðvík sem þýðir það að IR eru klárir fyrir the playoffs. Það er allt koll að keyra örglega bara mót. Það er eitthvað meira að gera. Það er 5-1 fyrir Þrótti sko. 5-1 fyrir Þrótti erum við að heyra og nú er að koma mark hérna. Við ætlum að fá að sjá fjórðamark Þróttar. Hvað er Hörður Snævar að gera? Þarna kemur fjórðamarkið. Þarna kemur fjórðamarkið. Léttu boltana er. Þróttararnir er í stuði. Var þetta ekki Birkir Björnsson með sendinguna? Jú, þetta var svona þessleg sending. Það var gæði inni. Já. Þetta var fallegt mark hjá Þrótturunum. En sko eins og staðan núna þá er náttúrulega IR bara alveg gulltryggðir í playoffs. Og það þýðir IR Keflavík. Þetta verður IR Keflavík og afturhelding Fjölnir. Já. Hvað segir þetta verður IR Keflavík og Fjölnir afturhelding. Já. Úlfur vs. Maggi. Já, það verður baráttunum Blikastaðalandið. Baráttunum Blikastaði. Þetta er svakað. Njarðvíkingar, þekkjandi Njarðvíkingar rétt, þeir eru ekki búin að segja sitt síðasta. Þeir eru ekki búin að segja sitt síðasta. Það er einu sem ég ætla að lofa ykkur. Má ég sjá, við erum að fá hérna hlýjar kveðjur frá mínum uppáhalds tónlistamanni sem að ég kann virkilega vel að meta. Nú... fylgir ekkert sögunni hver það er? Já, það er til að sjálfsögðu hérna Siggi Sam sem var í Írafári. Já. Það er mikil vinur minn. Já, ég ætla nú bara að þakka honum fyrir hans þjónustu. Já, heldur betur. Og hann held ég eitthvað af þessum lögum en Viki nú held ég mest að katalóknum sko. Þeir söldu mikið saman. Það er mikið saman, þeir unnu alltaf saman. Fingur.
Það eru vendingar í þriðjöldinni. Saman held ég. Það ekki? Vendingar í þriðjöldinni. KF eru konum með rautt. KVF eru konum með rautt spjald. Segðu mér hvað þetta þýðir. Hvað í gangi í KVF? Þetta alltaf bara styrkir stöðu KFK enn meira á meðan staðan þeir eru ennþá yfir. Vestu bærin brennur. Staðan núna þá sungið enn. KVF á leiðinni niður úr þriðjöldinni. Jep. 2 deildir á 2 árum. Já. Nú, mikið að vera Árbær auðvitað komnir í 2-0 eins og ég sagði menn eru í vesinni með það að ná að hringja hérna inn. Já, það IBF var að skora dæmt af. IBF skoruðu en dæmt af. IBF jöfnuðu, nei, dæmt af. Getum við fengið IBF hérna upp á, það leikurinn sko. Já. Ég held að það sé komið gott af Dallas. Sjá. Að þetta er rosalegt. Bíddu. Nei, þetta er ekki mark, hann fyrir á hliðina. Já, hann hefur bara verið klikk hjá þeir sem er að statsa leikinar að segja, eins og kallast. Jú, hann hefur bara haldið þetta verið mark. Nei, svo getur vel verið að gera eitthvað hérna rétt að þetta, sko. Gæti verið. Passar þau með mínútuna sem að talaðum? Já. Ok. Passar með mínútuna. Sjáum þetta hérna. Já, hann hefur haldið að þetta verið mark. Hann hefur haldið að þetta verið mark. Já. En þannig máttu nú reyndar ekki miklu munna. Alveg rétt. Holt slagur þetta í markinu. Já, heldur betur. En sko, svona stærstu vombriðin í dag hlýtur þá að vera Njarðvík. Það hlýtur að vera. Já, þetta er ekki, alveg klálega. Það er alveg verið að setja púður í þetta lið hjá Njarðvík. Já, algjörlega, ég meina, erum fullt erlendu leikmönnum og það er verið að leggja alveg lítið, sko. Það er bara hannig. Gunnar Heiðar þjálfari, hann er ekki aðna ókipis, sko. Nei. Stuttgart þetta undur að núti, góða fréttir, frábær sigur hjá þeim gegn Borussia Mönchengladbach á útivelli. Grótta var á minkamunnin á móti ómerkilegasta leik dagsins. Já, kannski einn af þeim allavega. Kannski ekki mikilvægasti leikurinn. En hver er að texta lýsunum? Já, það er nýrformaða 12-unar. Já, Laser Hilmar Jökull. Betur, Axel Sig að setja hann fyrir Gróttur. Já, maður gleyma hann væri bara til, sko. Það væri áhugavert ef að Ægir myndi vinna Selfoss, meðan hefði nú haldið að þetta væri nú svona slagur sem að Selfossingar myndu ekki vilja tapa. Nei. Nóttin er ung. Já, og hún er nú yfirleitt svona dimmist fyrir dögun. Já. Jarni Jói kom með hugan í kvöldi. Nei, Selfoss voru að jafna, bara í þessum töluðu. Í þessum töluðu. Kemur 0 á vart. Keflavík 3-0. Káa fyrir enda að halda 0-inu. Já. Keflavík 3-0 yfir á móti Fjölni, þannig að það er frá gengið. Það er frá gengið. Já. Og Eyjamenn eru þá á leiðinni aftur í bestu deildina. Já. Við erum að fá hér tíðindi frá Keflavík. Hvað segir Jói? Ætlar að staðfesta þetta? Heldur betur, það er Veslum og Vestar hérna í Keflavík. Það er komið 3-0, Kári, hann dráðum að klokka með glæsilega kross og Ari, Sveitsmættir og Hamrarsvein, mótivindið 3-0 Keflavík. Stórkostlegt. Fjölnir, dugaðir, glæsilega, takk fyrir. Já, Jói Drömmir klikkar ekki á því að uppfara okkur og við auðvitað fylgjast líka með enska boltanum þar sem að Nottingham Forest og Liverpool eigast við núna og komnar 68 mínútur 8 mínútur, já. Ertu orðinn stressaður? Já, svona fara aðeins að kýtla, sko. Já. Við að kíkja aðeins innan til Keflavíkur þar sem að Keflavík og Fjölnir mætast þangur til ætlum aðeins að heyra hvað er að gerast hjá KFA og Völsungi. Hvað er að gerast? Herru, KFA 1, Völsungur 7. Já. Sælar. Það er bara svoleiðis. Til hamingi með þetta. Hver skoraði? Við erum að fara upp deild með Spær. Já, hver skoraði? Jakob Héðinn skoraði, ekki Jakob Gunnar, Jakob Héðinn skoraði. Robertsson. Takk fyrir þetta. Takk. Takk fyrir. Takk. Myndi maður að segja að þetta sé að hilma yfir 14-2 tapið árið. 7-1. Einhverju leiti. Já. Þetta mun aldrei gleymast. Já, þeir eru að sækja hefndir í lokaðanferð. Það er svona. Sko Grindavík eru bara að sækja sér veðrið hérna, sko. 7 skot á mark. Það er svoleiðis verið að reyna að hringja hérna. Ég næ ekki, við þurfum einhvern veginn aðeins að vinna í 7 málunum fyrir næsta bardaga. Það er allavega að halda áfram að koma símturinn. Hvað segirðu? Hæ, ég verð aftur hringja frá Augnablik. Sem sagt, við erum næstu búin að skora, en
ekki líta vel út fyrir Augnablik. 1-0 fyrir Guðni Rapp Robertsson. Við Takk. erum búin ennþá 1-0. En þá 1-0, takk fyrir þetta og það er svo margir að reyna að hringja þannig að ég get ekki haft mennina lengi á línunni. Sjá. Búlis, er eitthvað að gerast? Það er hotspinna Liverpool. Það er hotspinna hjá Liverpool, já. Það er stórt. Það er risa stórt. Magni að vinna Vangi Júpiter 7-0. Já. Já. Þessaði Vanginir. Já, Vang stífðir þarna. Hann er farin í KR þjálfarinn, Björn Breiðfjörð. Já, hann er með Vangina, náttúrulega. Leggja árar í bát. Hann er kongurinn í KR. Sjá. Það eru... Var þetta ekki Óla Æna að bjarga á línu það? Þú vilt meina að Nottingham Forest að vera að bjarga á línu á móti. Já, fólki sem er að horfa getur ekki séð þetta. Nei, það er hárið. Já, Liverpool átti skalla sem að Kili segir að Óla Æna hefði varið á línu. KF halda áfram að sækja en koma ekki boltan með við línuna. En eins og Hilmar Símon Olsson segir, markið liggur í loftinu. Það væri rosalegt. Það eru tíðindi. Hvaðan eru tíðindi? Eða þá gerir Nikolvelli 8-0. 8-0. Takk fyrir þetta. Guðmundur Óli að skora húsíkingur í síðasta leiknum á ferlinum. Já, Stengriðsson bróðurinn, svo elsti. Stengriðsson bróðurinn. Og virtasti kannski. Heyrðu, hér erum við að... Takk fyrir þetta. Og hér sjáum við mark sem að Keflvíkingar skoruðu, þannig að ekki búið að tala um þess að frábæru varnamenn Fjölnismanna. Þetta er ekkert spesvarnarleikur. Þetta er Ari Steinn Guðmundsson sem setur hann á fjær. Lúrir. Ari Steinn Guðmundsson. Herru, Eysteinsson, náðu hann að jafna sig? Hann hefur lítið á að spila eftir hann meiddist hann var að koma inn á bara akkurat núna. Ég held að ég verið að fylgjast með honum aðeins. Ég held að hann ekki byrja leik í sumar. Óheppinn kallgreið. Hann alltaf meiddist í bara á fyrstu mínútinu sem hann spilaði. Þá kom hann inn á móti Guðlaugur Viktor Wayne Rooney og félagar. Guðlaugur Viktor og félagar í Plymouth 2-1 yfir og er Gulli að byrja? Hann byrjar ekki en frábær tíðindi fyrir aðdándu Wayne Rooney. Heldur betur. Fyrir þá sem er að fylgjast með Plymouth liðinu. Sjáum að kilinn minn er... KVF var að skora. Manni færri. KVF voru að skora manni færri. Það er rosalegt. Hvað er símanúmerið hjá Auðunni Gylfasinni? Það þarf að fá Auðun á línuna eins og skot. Já. Það er alveg númer. Já, það er númer. 661 1020. Það er Auðun Gylfason, okkar maður þar. Herru, það er mark! Nottingham Forest voru að komast yfir! Þetta var ótrúlegt. Hudson-Odoi að skora. Wow, Auðun Gylfason, Nottingham Forest að komast yfir á móti Liverpool. Hvað er að gerast hjá KVF? Jú, góða daginn Kylfingar. Herðu, KVF var að setja hann í vinkilin hérna einu færri á 28 mínútur á klukkunni. Já. Og þetta eru senur, svakalega senur. Á að leggjast núna? 78 á klukkunni. Já, nú þurfum við að galdra eitthvað fram hérna. Já. Stærsta hóldið í sögunni hingað til. Það er alltaf best að setja inn í vinkilin, ég var alltaf að setja. Það er eina örgasta leiðin á markinu. Já. Einar Már setti einn í vinkilin. Já, auðvitað. Glæsið, takk fyrir þetta. Eiríkur. Já, takk. Já, heldur betur stór tíðindi í enska boltan. Þetta er algjört Hudson-Odoi mark, sko. Já, hann átti ekki séns í þetta í markinu. Alveg út í stöng. Þetta kveikir í Liverpool. Þetta er allt í góðu. Já. Lélegur varnarleikur. Já, mjög svo. Hvað er Konate að gera? Nei, byrju, jú, er þetta ekki hann? Þetta er svakalegt. Nuno Espirito Santo. Hann er ekki mikið að grínast. Nei, fíblast lítið sá. Já, ég held að sjá að segja það. Allt búið í Þýskalandi eins og lög gerir á fyrir Freiburg vinnur Bochum, Leipzig og Union Berlin gera 0-0 jafntefli og Frankfurt vinnur Wolfsburg á útivelli 2-1. Dalvíkingar að minka munin í 2-5. Getur við skiptið þér á Grindavík Njarðvík aðeins svona? Já, þú veist, við eigum bara að vera að pæla í Grindavík Njarðvík og IBF leikni. Þú veist, það er eina sem skiptir máli þetta núna. Já, hvernig áttu staðan hjá Afturöldingu? Það er 2-0 ennþá. Nú eftir að þessu, 22. Já, það er nú eftir að þessu. Já. Nú er frændi eitthvað að sækja í pókan. Hann er að skipta inn á þarna, sig, Gunni frændi. Já. Reyndri Áki.
Er hann út á kanti kannski? Já, ég held að hann hafi nú byrjað enn Já, lítur að vera. Það nú Hann þekkir það nú að Þetta er Símon Logi Tassapong og Freysteinn að mér sýnist. Veitu, Símon Logi, það er náttúrulega hann er Grindvíking. Já. Þannig að þetta er Við erum hér með hópmanna sem að fylgjast með Liverpool-leiknum fyrir okkur og færa okkur tíðindi úr honum þegar þau gerast. Og það er svona, við förum bara yfir þetta í róleiturum. IBF fer á leiðinni í bestu. Úrslitakeppnin er klár í fyrstu deildinni eins og núna, þá er það ÍR-ingar er að detta hann inn. Þetta er á kostnaði Njarðvík. Þetta er Keflavík í réttri röð, þá er þetta Keflavík, Fjölnir, Afturölding, IR. Eins og það núna. Já. Heldur betur. Og ef við færum okkur yfir í aðra deildina, þá eru Selfoss og Völsungur að fljúga upp og KF og Reynir Sandgerði að fara niður að því gefnu að ekkert breytist. Hilmar Símonur var náttúrulega að segja þarna áðan að það væri verið að banka. En þeir þurfa, KF þarf 2 mörk. Þeir eru 3-2 undir og þeir þurfa 2 mörk. Þeim dugir held ég ekki í jafntefli. Nei, við slum vera með á hreinu. Jú, býtu nú við, 21, þeir fara þá í 23. Sjáuði guttan maður. Sko býtu, þeir tapa þá 2 mörkum. Nei, þá er markatalan jöfn. Já. Ef þeir myndu jafna 3-3, þá væri markatalan jöfn. Hvað gerist þá? Býtu, já, það voru innbyrðisleikir. Það voru innbyrðisleikir á milli liðana. Við slum sjá hvernig þetta verður eftir kortir, þá fyrir við að pæla í þessu og þeir sem eru að hlusta og geta hjálpa okkur með það. Það voru bara innbyrðisviðurinn, ég veit ekki nákvæmlega hvernig innbyrðisviðurnar eru. Njarðvíkingar er byggður rautt spjald hér á leikmann Grindavíkur, en það er gult. Kormákur Kvöt vann fyrir leikin 3-0. Þetta eru svakalega tíðindi ef að verður. Já, Kormákur Kvöt er með innbyrðisviðurinn, 6-1, samtals. Þannig að 6-1? Já. Herðu. Já, við erum að horfa hér á atvik, erum við með þetta atvik á í, já. Getum við spólað hans tilbaka? Keflavík komast í 4-0. Getum við spólað hans tilbaka? Keflavík konur í 4-0. Sjáum við þetta aftur. Heyrðu. Já, þetta var. Móa gerur sér íklegan. Já, við sáum að gamli maðurinn Mo Salah, hann er farin að láta að sig kveða á vængnum. Jói drömmur að hringja bara að staðfesta þetta allt saman. Hvað segir 4-0? Herðu, þetta er bara veistla, EMR fattur upp til hægum með það, fröndu mínir og Keflavík er bara hæg elda fjölnismennin í bytni, Kári upp stórleik, setur á Rúnar Eysteinn sem kemur hér, ekki búin að spila eftir maður frá mittur, 4 Keflavík, og eftir glæslegt, Valdur verið að hilsa og strákar, og það sendur sérstaklega baróttu, segir á okkar besta bæjarstjóra Kjartamál. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Takk. Já. Hlýjar kveður þarna frá Jói Drömmur, maður sem er í miklu metum hjá öllum á landinu en auðvitað sérstaklega suðum með sjó. Keflavík, Fjölnir, já, við erum að fylgjast með því hér, það er auðvitað komið eitt marki viðbót þar, við ætlum að sjá markið þar eftir smá stund. Nú, Nottingham Forest eru með svona taktískan fund núna hér át á hliðalínu í leik sínum á móti Liverpool. Það er eitthvað búið að róast allt á Etihad-vellinum. Já. Það er ennþá bara 2-1 fyrir Manchester City á móti Brentford. Rólegu dagur í enska boltanum þannig þegar að vita að þessi dagur var í eigu neðri deildana á Íslandi. Sko þetta gæti þýtt það að ef að Arsenal vinnur ekki á morgun, sem ég held að sé óþarf að pæli, að þá geti City verið konum með 3 stiga forskot á Liverpool og 5 stiga forskot mögulega á Arsenal. Já, en það er nú ennþá nóg eftir þessum leikjum og ég las einhverja tölfræðum daginn að það er ekki lið sem skora meira í lokleikjana heldur en Liverpool. Þannig að það er nóg eftir að þessu öllu saman. Ægismenn eru konur í 2-1 á móti Selfossi. Úrslit leikur sem skiptir ekki öllu máli en skiptir náttúrulega heimamenn í Ægi miklu máli. Þorlákshöfn. Af hverju heitir fótboltaliðið Ægir og Karvan Þór? Ég spurt út í það, hefur enginn komið svarið. Nei, það skiptir svo mikið öllu máli. En það er allavega staðan. 2-1 fyrir Ægismenn. Ægismenn, já, konir yfir. Við erum auðvitað að býða til. Svona fyrirfram, ef ég hefði þurft að bara giska á einhver
bara 2 öruggustu úrslitin, þá hefði ég sagt Njarðvík sigur og IBF sigur. Sama hér. Og það tvend ekki gerast, þannig að já, það greinilega getur allt gerst í lokaumferð, það að sannast. Augnablik að jafna á 8.15 á móti Víði. Bítu. Það þýðir, já. Jú, bítu. Það gerir helling. Sætt. Það gerir helling, en þá eru Víðismenn áframhaldi uppi á markatölu. Já, rétt. Já. Árbæri eru þá jafnir þeim að stigum 48. 48. Og þá fyrir að vinnur okkar að ringja fljótlega úr Smáranum. Já. Með þetta allt saman. Við erum að fara að sjá markið hérna, 4. markið á Keflavík. Herru, það er Rúnar Ingi. Það er Rúnar Ingi Eysteinsson. Það er engin tilvíðin að maður fór að tala með hennar mann. Nei. Það er Rúnar Ingi Eysteinsson. Eins og segi, meiddist, kemur inn á í bikarleik á móti Blikunum, meiðist. Bara eftir 1 mínútu. Já. Heldur betur gaman fyrir hann. Við erum aftur mættir til Grindavíkur og fylgjast með þar þegar að Nottingham Forest gera þrefaldaskiptingu. Ég skil ekki alveg hvernig, en Baldur Borgarsson ég held að hann var að þjálfa, en hann segir að það sé ekki innbyrðis, heldur fleiri skoruð mörk. Getur það verið? Fleiri skoruð mörk? Já, það er ef hann segir það, þá er hann mættir að þá er KF uppi, sko. Ef þið er jafna þar að segja. Já, þetta er rétt hjá hann. Þannig að það getur ýmislegt gerst. Já, það er fleiri skoruð mörk, en það er svo mikið eftir og í neðri deildar fótbolta síðustu 10 mínútum þá renna mörkin inn, þannig að KFK er konið 3-0. 3-0 fyrir KFK, segir tjattið. Getur komast KFK. 3-0 fyrir KFK, þeir eru konið 1-0, við mistum á 2-0 og þeir eru núna konið 3-0 samkvæmt sérfræðingum. Búiból. Hvað þýðir þetta? Eru KF þá alveg niður eða? Nei. Hver er staðan á Elliða? KF náttúrulega, sko, KF er að vinna Elliða. Já, Elliða er á leiðin niður. Elliða er á leiðin niður. Já, við erum að fá fréttir hér úr Árbænum. Hvað er að gerast í Árbænum? Kári að mikka mér inn 2-1. 2-1. Þeir voru búin að heyra af því að þeir eru búin að jafna. Augnablik, já. Já, ég var að mynda, ég er einmitt með ykkur eirun, en það er bara veistla. Geðut, takk. Spennandi mínútur. Já, bæ. Alltaf þegar eitthvað gerist þá hringi alltaf svona 50 aðrir á sama tíma. Ég ætla bara að prófa að negla á þennan. Ég bara sjá. Hér er bara, hvað segirðu? Þú voru að vera svolítið hraðari. Það vera 1-1. Augnablik vera skorur. Hvað er mikið eftir? Þetta vera stúrlingur smart. Hvað er mikið eftir? Það vera 1-1. Já, hvað er mikið eftir? Hvað marga mínútur eftir? Það vera bara 10 mínútur. 10 mínútur, takk fyrir það. Takk hérna. Minnsta málur, eiga góðan dag. Takk samleiðis. 10 mínútur, það er 87. mínútur á klukkunni, sko. Já, hann náttúrulega segir 10 mínútur þessi og hann náttúrulega er væntanlega að reikna með uppbót og öllum pakkanum. Bara reikna það sjálfur. Sjáum að Ryan Gravenberch sem hefur átt erfitt uppdráttar á miðsvæðinu hjá Liverpool í dag var að fá guldspjald eftir að vera kloppaður þarna á miðjum vallarhelmingi Liverpool. Yrði magnað fyrir þetta ævintýri Nuno Espirito Santo ef hann klárar þetta. Já. Hvað er þetta? 3. tabi á Van Dijk á heimavelli? Ég held það. Já, ef þú segir það þá er það áblæð rétt hjá. Ég held það, ég bætti því við. Já, vil ég fact-checka hann? Herri, nú er ég með Bullis Media bara hérna á Miljón. Að fact-checka Kjell. Google þetta. Jú, var ekki eitthvað meistardildar tap? Fact-check. Madrid. Já. 3 heimatöp hjá Van Dijk. Hvað segir, hvað ertu að ringja? Ég er að ringja úr Kára Árbæ, það er 2-1 fyrir Kára. Já, við vorum búin að heyra þér. Já, við vorum með það. Já. Takk fyrir. Thank you, menn. Já, Kára menn er alveg með Árbæ á Kölun. Þetta hýtir að fara þetta. Ok, takk fyrir þetta. Hitt sjónur þetta er rétt hjá mér. Þetta er 3. tapið. Já. En það er svo mikið eftir þessu. Kortir allavega. Það er svona 6,5 mínúta eftir að venjulega tíma og svo eftir að bæta við alveg hellingi í þessum leik. Þeir eru maður líka í grasinu allan seinna leikin.
Hver eru þeir? Það var að Nottingham Forest Við, það eru þeir og við sko flott sending hérna en gamli maðurinn Mo Salah missir af honum skemmtileg tilraun hérna nú sjá Marseille og Nice þar ennþá markalaust 1-0 fyrir Marseille hver var það? Neil Maupay já, Skemmtilegt projekt hjá honum De Serbi að það maður sá Neil Maupay maður búin að setja hann Espanyol konur í 3-2 á móti Alaves Komóbólun hvað segirðu? Puato og Espanyol með 3 Já, ok það er heldur betur tíðindin þar Njarðvíkingar liggja svolítið á Grindavík já þessu stundina já nú Eitt mark þar væri skemmtilegt já, heldur betur það er svo sem nóg að vera í B-deildinni í Englandi líka Plymouth og Sunderland gera 2-2 í aðtefli Gulli Viktor Pálsson, hann byrjaði fyrsta leikinn svo er þetta að vera eitthvað aðeins minna hjá hann Já, eitthvað meðsli og eitthvað já, hann var allan að heitli í landsliðum hann er ekki eins og í hóp Ok, áhugavert Er Binni Willems er hann í byrjunarliðinu hjá hann hefur lítið verið í liðinu hingað til sjáum að Liverpool eru farin að herja á Forest-lið þeir eru farin að herja á Forest-lið og bara Forest-lið eru með handbolta vörð þarna við eigin vítateig Þetta er bara gamla jólatriðið og Mo Salah reynir að sóla hann gekk ekki og þá koma Forest-menn og segja aukaspyrnu Þeir eru bara að sigla þessu Nei, nóg eftir Það er sendingin á teig og mark Gunnar Birgisson að hate-watcha þetta fyrir hönd Arsenal samfélagsins og segja þetta sé komið það þýðir aðeins eitt þá kemur rýtingur í bakið Svo þetta Tjöka Bonito stöfi og Krifsa Kon sko Ég ætla að minna hún að drikk hérna sem ég er með Liquid Death sótavatn en lúkkar eins og einhver grjótarður drikkur svakalega umbúðir Liquid Death er ok það hljóta að vera á fleiri núna að fara mörkin að hrynja inn það er eitthvað sem segir mér að mörkin fara að hrynja inn ákvarðat núna og nú þegar leikmennir eru fattir að þreytast duglega Liverpool heldur áfram að þjarma að Nottingham Forest og Trent Alexander-Arnold er að koma með frábæra fyrirgjöf en þeim tekst að verjast þessu en ekki langt Conor Bradley á Curtis Jones á gamla mannin sá gamli leitar að skotunum, finnur hann ekki Sendingunni meira og þetta er áhugavert í meira lagi Selfoss að jafnum út í ægi það var alveg vitað að Gonsi með 2 Partileikur og þarna það vitað að Bjarni Jó var ekki að fara leiðin á dansleik með tapabæk ég held að það hafi svona flestir átt að sjá því kemur þetta Hvað fyllir í spil Liverpool framhjá Murillo, Brasilíumaðurinn og fleiri skiptingar en Ervík vendum 2 boltar á vellinum Dominic Szoboszlai getur ekki tekið þetta alveg strax Manchester City bara að vinna Brentford 2-1 það finnst manni nú bara óvægt í raun og veru eftir að komast 2-1 svona snemma bara sko. Já Liverpool átti áfram að sækja Van Dijk með skalla yfir Mark Forrest sjá er eitthvað meira í þessu drengir sem að við höfum eftir að koma á framfæri Saudi-deildin fjölskylduklúbburinn Al-Ettifaq á útivelli gegn Al-Fateh það er enn markalaust Al-Nassr jöfnu undir lokin í gær, var ekki? Jú, 99. mínútu Þeir virðast ekki alltaf haldi við þeir gefast Al-Hilal enn og aftur þeir gefast aldrei upp Nú ég að Al-Ali fannir að blanda sér Inter Miami að rúlla þægilega yfir Nei, heyrðu KVF 2-0 KVF 2-0 Benito Þá er þetta komið KVF 2-0 Segir mér bara nákvæmlega hvað það þýðir Það þýðir það að ellið eru á leiðinni niður úr 3. deildinni Þeir eru að fara þá í 4. deildina Já Þannig að Vangir Júpiters og þetta er Drömsen Það er eitthvað að gerast í Árbænum Hvað er að gerast í Árbænum? Já, sælir, herru Árbær 3-1 3-1 fyrir Árbær Daniel Gilós
Daniel Gunnarsson, heldur betur. Herru, takk fyrir þetta. Það vantar þá ekki nema Hvað staðan í Augnablik? Það vantar þá ekki nema einhver 13 mörk held ég í viðbót til þess að Já, en Augnablik getur bara alveg skorað í lokin. Já. Með stöðun í Augnablik. Það er 1-1 þar. 1-1. En þá 1-1. Joey Drömsen. Joey, hvað segirðu? Sælibettar, já, það bara staðist að loka tölu hérna 4-0 Glæsilegt. og sólinn fagnar skína heldur betur, menn eru feskir og hvað er í Njarðvík? Eru þeir að drulla? Hvað er að finna það? Já, er að tapa 2-1 fyrir Grindavík. Nei, hérna fyrir ekki, 2-1 fyrir Grindavík. Já, ég sagði verið þetta þegar Eyjamenn tóku 6 með Grindavík, þess að Grindavík kemur í stolt tilbaka, fristumir. Já, ég trúi. Ég trúi því nákvæmlega. Takk fyrir við stráka mér að fólksett, gerum þetta alltaf næsta ára. Já, sömuleiðis, takk fyrir þetta. Takk hérna. Takk fyrir þetta. Held ég, spennan er rosaleg núna akkurat í Smáranum. Nú, í bestu til kvenna, þá er þetta nú allt saman að klárast. Keflavík að vinna þægilegan sigur á móti Fylkiskonum og Stjarnan með frábæran. Já, eru allavega að vinna Tindastól. Kannski þvert á það sem að svona spádóma fyrir leik. Þá eru búið hjá Augnablik og Víð. Já, búið hjá Augnablik og Víð. Augnablik vera með svakalega mikla sókn á Víðir, næstum því búin að skorur, gríðaleg attacking. Ok, og hvað er mikið eftir? Leikurinn er búinn. Honum er búinn. Hann er búinn. Honum vera 1-1 Víðir og Augnablik. Til hamingju með þetta, Víðismenn, þeir eru komin upp. Takk kærlega fyrir þetta, Víðismenn eru komin upp. Víðismenn, þeir fylgja Kára upp úr deildinni. Ellið og vengir niður. Já, sjáum að Liverpool alltaf fram að herja á Nottingham Forest liðið. Mér sýnist að vera hvað er þetta marga mínútur? 5 mínútur bætt við. Slott komin í dómaran. Hann er að smá mótlæti og þá er farið í dómaran og það er þarna einhver fundarhöld í gangi. Það er nefnilega, þetta, menn brenna sér oft á þessu nefnilega. Mótlætinu að fara menn í dómaran, sko. Já, hér er sókn hjá Njarðvík. Njarðvík er að fara að setja hann. Fá smá spenni í þetta. Það væri skemmtilegt. Kalla eftir spennu. Sko, já, það væri geðveikt að fá mark frá Njarðvík hérna bara upp á að fá smá thriller undir lokin því að þetta er einhvern veginn nokkurn veginn ráðið allt saman núna. Fyrir utan, ef það er ekkert breytt hjá KF og svo. Við þurfum eiginlega að fara að skipta ef þetta heldur áfram svona yfir í Mosó og sjá bara svona stemminguna þar, sko. Því að hún er begja bland, sko. Já. Meðan það er ekkert að gerast þar, þá eru auðvitað ætli Gett og Hooligans og þeir séu bara að dansa saman. Það hlýtur að vera. Já. Crystal Palace að jafna á móti Leicester á 92. mínútu. Vestam að jafna á móti Fulham á 95. Það er allt að gerast akkurat núna. Væntanlega ekki fullkrukun. Mateta gerði marki fyrir Crystal Palace og jafnaði leikinn. Hver skoraði fyrir Hamrana? Danny Litli Ings. Þá poppar alltaf upp með mörkmaður. Danny Litli Ings. Liverpool ætlar áfram að þjárma að Nottingham Forest liðinu. Nú vil ég sjá bara mjög bráðlega, þá vil ég sjá báða stuðningsmannasveiti fara að taka konga bara í kringum völlin hérna því að þetta virðist vera... Nei. Vel varið maður. Já. Rosaleg varsla. Afturöld ekki að herja á þá. Áfram halda Liverpool að sækja. Það er við núni í ykkur tómutjóni hana. Það liggur ykkur í tegnum. Ekkert var check. Leikurinn heldur áfram. Hérna er komið í sókn. Á neini. Nei. Darvin Núñez. Grótta Þór búið. Dalvík Þróttur búið. Nú sé ekki skjáin hjá okkur, en erum við að setja inn staðfest úrslit, er leik lokið víða, áfram heldur Liverpool að sækja, Selsmarkmaður og slæra hann út, Mógamli Sala, mættur, sendur hann tilbaka og áfram er sótt, Trent á vinstri, þetta er Ryan Gravenberch og hann reynir hann að vippu sem er frekar laus en finnur gamla mannin, hann aftur út og Szoboszlai. Heyrðu, Bradley. Nei, hann á að sparka boltanum í burtu Nottingham Forest, en þeir liggja á þeim, Liverpoolið liggur á þeim. Eða svona alltaf því. Þetta er alls ekki búið, Gunni minn. Það eru 2 mínútur eftir. Ég geti ímyndað mér að það að þú hefur átt margar erfiðar stundir í sófanum, þar sem að þú ert byrjað að fagna og snemma. Nei. Magni 8-1 búið. Já, það er áhugavert. Heldur betur áhugaverð tíðindi þar. Marseille að vinna Nice 1-0.
Ef við förum topnum ef við förum bara að fara yfir til róleitrum Gunni, ég ætla ekki að fyrst til þetta farið við hvernig þetta endar þar Já, Leiknir vinnur ótrúlegan sigur á IBVF Búið Það ekki búið það eru 92 á klukkunni þannig að það eru svona, þú veist 1, 2, 3 mínútur eftir, kannski max En bara stóru sögurnar Já, stóra sagan náttúrulega það að IBVF tapar en fer samt beint upp endar í fyrsta sæti Já, þeir eru meistarar Afturhelding vinnur lífsnauðsynlegan sigur á IR 2-0 en af því að Grindavík að vinna Njarðvík að þá IR í úrslitakeppni Steini Gunnar hringja, hvað að gerast? Eyjamenn að fá vítaspyrnu Eyjamenn að fá víti Vertu á línunni Já Eyjamenn að fá víti Það 1,5 mínúta eftir uppbótartímanum og Eyjamenn náttúrulega búin að vera í stórsókn allan seinni hálfleikinn, það búið að berga á línu og þeir hafa skópla boltanum yfir að 1 meter færi Guðjón Erðir hérna bakvarður og þeir eru búin að pressa en markmaðurinn ungi hjá Leikni er búin að standa sér rosalega vel og verja alveg eins og berserkur og hérna það eru góða reikistefna að vera íta varamönnunum hjá frá Leikni frá markinu en það allavega þótt að Eyjamenn séu náttúrulega komir upp og við vitum öll að þá náttúrulega er leiðilegt að vera að tapast í þetta leiknum, það náttúrulega maður gengur ekki en þannig að við þetta er víti, það þið kannski sjá þetta skjóni á ykkur þetta, ég hef nú alveg ekki það, þetta var svona umdilalegt það verður ekki annars en það er hérna Vincent Valor, mannurinn hjá IBVF sem að tekur vítaspyrnuna, hann er búinn að vera svona Ólífur besti leikmaður Eyjamanna í sumar frábær leikmaður Já, þetta er náttúrulega bara eins langt frá því að vera víti hvaða vitleysa þetta Þetta er ótrúlegt Að því sögðu þá var að koma því inn að Nottingham Forest var að vinna frábæran sigur á Liverpool á Anfield Ótrúlega sigur það var búið að hluta og hann tekur Wow og minna mátti nú ekki vera eftir yfirbúr Eyjamenn en Eyjamenn eru allavega komnir upp í bestu deildina til hamingju Eyjamenn þetta er bara fyllilega velskylda en það var áhugavert að vita hvort að þetta sé met þar að segja að Liðsið að vinna deildina á svona fáum stigum Þetta er 100% það var 10 liða deild 2006 þegar Fram vinnur á 41 stigi held ég Þetta er áhugavert. Það er frábært. Takk fyrir það. Takk sömuleiðis. Við sjáum vítið hérna. Hversu gott að vera með Steina Gunn á línu? 39 stig. 3-0 afturhelding. Sjáum vítið og skiptum yfir. Sjáum þetta víti og skiptum svo yfir. Herðu, inn á betlunum það vera ennþá híti eftir leik. Ennþá híti eftir leik. Nokkrir vera í slagur næstu því. Og Guðni Rapp Robertsson vera íta í einhverjum leikmannur og næstu því byrja slagur þessum vera smá stefandi takk fyrir Herðu eftir leik Býtum við Njarðvík er að jafna Njarðvík er að jafna og þeir eru að upp fyrir IR Nei Njarðvík voru að jafna City búinn, City eru komnir núna með Þetta er aðeins og sentið þetta er bætt svona 4 við fórustu á toppnum Þetta kemur langubolti fram Aron Snær Flick, Símon Logi Nú, hér er Daniel Ólafsson aðstofamaður að sparka í dauða hluti Liverpool að tapa leiknum, hann er brjálaður Þetta er rétt að byrja þetta ný, engar áhyggjur Þannig kemur sendingin út, Símon, Snýr Já, frábærlega klárað Þetta er brasilíski hafsendin Þetta er svo brasilíski maður er ekki alveg nafnið á hann Maður sá það alveg hvernig hann tók þetta færi að þessi maður er alveg uppið að skora mörk Marcelo de Verlan Vicente Já, heldur betur Sko, nei, við megum ekki fara Þessi leikur skiptir engum máli Afturheldingar Grindavík Njarðvík, það er sagan Sko, það var bætt við Læti í smáranum, við vitum af því, það er læti í smáranum. Já, þeir sparka honum bara fram á nærginga. Áhugavert. Birkir Pétursson segir, lélegasti leikur Mo Salah í treyju Liverpool, fá hún kannski viðbröð frá Daniel Ólafsson. Hvað er í gangi hana? Herðu, það er í gangi. Aron sparkaði bara í fremsta manni. Já, hann er að veiða þá framar á völlin. Góð pæling. Þetta er veiða.
Alltaf verið að reyna að veiða menn framar á völlin. Herra, nú eru bara allir inn í teig hjá Grindavík. Það eitthvað að gerast, það síminn hringir, Steini Gunn hringir. Steini Gunn, hvað segirðu? Það var verið að fölta til leiksloka, þannig að þetta endaði 1-1 og þannig að það með ljóst að menn eru komnir upp og leiknismenn bara, þannig að þetta er stórskrund og það er þetta nokkur, ég sagði það, það eru 300 eigamennir á leiknum, þannig að ég ekki sér svona marga ekki eins og í eigum og leikjum í sunna, þannig að þetta er bara frábært. Meiri átasteini og var Ipswich að spila í dag eða? Já, þeir voru að gera margar skemmtilega við Brighton á útivelli, hann bara virkilega vel gert þeim. Úrið frá það upp á að sparta þér, hann var maður leiktið. Já, það er geðveikt, takk fyrir þetta. Takk fyrir hjálpina, Steini. Takk fyrir þjónustuna. Já, takk. Trýst að vera með Steina Gunni í þessu öllu saman. Það veit enginn hversu miklu var bætt við hjá Grindavík og Njarðvík, en það er allavega komnar 6. Á ég að hringja í einhvern sem er þarna? Já, ég ætla að gera það. Það verður mjög gaman. Maður sjá á Njarðvíkurvellinum, má ég sjá. Við vorum hér með þetta allt saman. Hér á þetta að vera. Stefán. Mateta með 2. Stórt. Stefán Njarðvík. Ég held að þetta sé rétt. Já, Stefán Marteinn. Maður hringja á þá. Góðan daginn. Er þetta búið hjá þér? Nei, þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Getur þú lýst þessum loka sekúndum í leik Grindavíkur og Njarðvíkur? Því nú fáum við að vita hvernig þetta fer allt saman. Já, þannig að kýlir þessu fram, en grindingarna þeir eru að vera eftir þessu. Já, er einhver hætta? Njarðvíkingar eru brjálæðir í stúkunni til að þessi dag ekki verið að koma einir í gegn. Grindingar eru að klára þetta. Nei. 1 móti Árásnæði og hann rennur henni fram hér. Ok, þannig að þetta voru Grindvíkingar sem voru döðafæri. Þannig að þetta er búið. Þetta er búið. Takk fyrir þetta. Takk hérlega. Þetta er búið. Takk. Já, ævintýrið hjá Njarðvíkingum. Já, það er búið. Það er ekki ævintýri. Þetta eru þá stærstu vonbrigðin í dag. Já, Grindavík náðu sig inn fyrir maður. Markinu. Allir leikir búnir. Förum yfir staðfest úrslit. Keflavík 4, Fjölnir 0. Leiknir 1, IBVF 1. Grindavík 2, Njarðvík 2. Afturelding 3, IR 0. Grótta 1, Þór 2. Þetta þýðir það, Gunnar Birgisson, að IBVF vann deildina og hverja mæta svo innbyrðis í úrslitakeppninni? Það verða þá Afturelding og IR. Nei, Afturelding og Fjölnir. Já. Og Keflavík og IR. Já. Það er rosa. Hverja mæta svo í úrslitum? Ég held ég hafi sagt að mér þessi í þætti fyrir löngu síðan. Ég spáði Afturelding og Keflavík á Laugardalsvöllin. Þú klikkar aldrei. Staðfest úrslit, þú ert náttúrulega með bensínlausan síma, killi minn. En staðfest úrslit, það er erfitt að finna þau bara. Við verðum að fá staðfest úrslit frá Ólafsfjörðarvelli. Ringjum í Ólafsvík. Nei, Ólafsfjörð. Já, KF. Það er eina sem við eigum eftir að fá staðfest. Já, við þurfum að fá staðfest frá Ólafsfirði. Já. Ef að einhver getur staðfest fyrir okkur frá Ólafsfirði. Má ég sjá... Þetta er hvergi að finna, sko. Þetta er hvergi að finna. Þessir öflugu Dockzone kongar. Nú þurfum við að virkja þá. Já. Ef að KF tapaði 3-2, þá er KF á leiðinni niður úr annarri deildinni. Kári og Víðir, Selfoss og Völsungur upp og KF og Reyni Sandgerði niður. Ef að ekkert breyttist á Ólafsfirði. Hilmar Símonarson, ef hann er einhvers staðar aðgengilegur. Já. Hilmar Símonarson. 3-2, leiklokið á Ólafsfirði. Þannig að það þýðir að KF er á leiðinni niður. Reyni Sandgerði líka, Kormákur Kvöt rétt bjarga sér, þrátt fyrir tap. Þannig að já. Það er í annarri deildinni. Já, þetta er annarri deildin. Þannig að svo við höfum aðra deildin á hreinu. Já. Þá voru það Selfoss og Völsungur sem fóru upp. Í 3. sæti enduðu var það ekki Þróttur Vogum. Var ekki Þróttur Vogum fyrir ofan Víking Ólafsvík? Jú. Og svo voru Víkingur Ólafsvík í 4. sæti. Niður fóru KF og Reyni Sandgerði. Sem voru fallnir fyrir fallnir. Úr 3. deildinni endaði þetta þannig að það voru Kári, Víðir sem voru upp. Árbær í 3. Og niður KVF og Vængir Júpiters. Nei,
Elliði og Vængir Júpiters. Elliði og Vængir Júpiters. Svo það sé alveg á hreinu, KVF fóru ekki niður. KVF unnu sinn leik, þeir eru uppi. Ótrúlega sigur. Og kannski eitt af kraftaverkunum í þessu öllu saman er þessi KFK-saga. Algjörlega geggjuð. Búi sem var rekinn frá Haukunum, fekk ekki að reyna að halda þeim uppi, þeir náði Luka Kostic og þeim, var ekki kápan úr þeim klæðunum. Mætti einhvern veginn með spastspana og aftur sýnir Búi hvers karakter hann að geima, heldur þessum klubbi uppi. Enska boltanum auðvitað bara risa sögulínan eins og Daniel Ólafsson kom inn á hérna rétt áðan. Var þetta tap Liverpool gegn Nottingham Forest? Ég svona reyndi að sjá sig mest og þeir fengur nú ekki mörgfæri Nottingham, nýttuðu vel. Já, og ég ætlaði að fá skýrslu frá honum eftir innan leik. Brighton 0, Ipswich 0, Fulham, nei, ég held að þetta sé þessi sami hérna og bara tala um einhver læti í smáran. Fulham 1, West Ham 1. Það Orri byrjar inn á. Rábært. Á móti Real Madrid. Já, það verðum að sjá það. Það rosalegt. Það 19-0, ekki? Gerðu við ekki bara ráð fyrir því að Býtu, er þetta... Þeir ekki komið með byrjunarliðin strax? Nei, það var einhver sem að setti þetta inn á spjallið. Já, það eitthvað félagi, hann ekkert að klikka. Er það ekki? Ég segi það, ég held að byrja, sko. Það fyrirvara á þessu. Þeir ekkert að kaupa fyrir 20 miljonar evru og byrjunum ekki með Madrid, sko. Ég hugsaði hann byrji. Heldur betur, Plymouth Argyle með 3-2 sigur, magnaðu dagur hjá Wayne Rooney og lærisveinum hans. Nú, Grimsby Town, það nú svona liðið sem við höfum oft verið að fylgjast með. Já. 2-1 tapar. Já, Víkingur Ólafsvík lokatölur þar voru 3-1, já. Ég held að þetta sé alltaf þessi sami. Já, hann var að ringi með præðnumber á hann líka. Já. Þannig að... Þetta svona eitthvað partigrínari. Eitti batterinu mínu. Já, herru, fjölskylduklúburinn Al-Ettifaq eru komin yfir. Já, Stevie G að gera ótrúlega hluti þar. Heldur betur. Sá að njóta sín og í Skotlandi þá voru Celtic að vinna Hearts 2-0. Þannig að ég held að þetta sé bara komið hjá okkur í Dock Zone. Og það Kjell og Gunni, þeir voru unbelievable í dag. Ég meina Gunni, ég verður bara óska þér til hamingi með þína menn í Mosó. Takk. Innilega stóru sigurverðarnir í þessu öllu eru Eyjamenn sem að fóru ekki á taugum í dag, heldur náðu í stíð góða. Svo aðri sigurverðar í dag, KFK eru risa sigurverðar í dag. KVF eru sigurverðar í dag. Völsungar sýndu mikinn karakter og fóru austur. Fílitt hrun hjá þeim í KFA. Nú, annað var það í raun ekki. Nei. Já, Njarðvík, þetta var vondur dagur fyrir Njarðvík. Hörmungar dagur fyrir Njarðvíkinga því miður. Maður hafði mikla trú á þeim að þeir væru, ég var eiginlega búin að garantera það bara í úrslitum. En er ekki samt svolítið gaman að finnst ykkur ekki íringarnir eiga þetta skil? Svona eins og stemmingin er núna alltaf rosalega margir að mæta og leikja þeim og læti úr stúkunni og já, ég held að vera skemmtilega fyrir úrslitin að fá það þarna. Heldur betur, ég held það líka. Dóttur fútból, þakka fyrir sig og bara meira átt að þakka þetta Epic kærlega fyrir að hafa gert þetta að veruleika og auðvitað líka Liquid Death sem að hjálpuðu mér líka. Ég minna það að þið getur notað kóðan Dock Zone, þá fáið þið 20 frá Epic, mótframlæðið góða og ég held að seðlarnir okkar, þeir duttatt hjá engum. Ég sagði að Mo Salah verði anytime goalscorer. Já, með Njarðvík. Já, ég líf líka maður. Rógar, þetta var geðvægt. Takk hérlega fyrir. Þetta var rosett og ég náttúrulega Bullis Media eru mennandi bak við þetta allt saman. Við gerum ekki neitt, við setnumst bara þetta niður á bumbunni og fórum í gang. Bullis Media, bara unbelievable leikmenn. Þar á ferðinni Birkir og Sigurður og svo Hafliði frendi minn sem að hjálpa okkur í grafíkinni og Daniel Ólafsson fyrir að hjálpa okkur með enska boltan í dag. Þannig að Já, ég ætla að fara að knúsa hann. Þakkar fyrir sig. Við sjáumst á viku liðinni. Verið sæl.